Já, komið heil og sæl, verið hjartalega velkomin í þáttnúmer að ég held 214, Birgir, getur það verið? Já, passar. Það ég finnst þetta alltaf að mangla. Við erum engin nýgræðingar. Nei, þetta hrannast upp einhvern veginn. Komnir á 4. eða jafnvel 5. ár og... Já, skotgengur hjá okkur, enda góði gestir alltaf hjá okkur. Já, góði gestir og góði vinir, Autocenter auðvitað, Autocenter 5 stjörnu vota Tesla-verkstæði. Sko, þessar 5 stjörnum, veistu hvaðan það koma eða? Ekki hugmynd. Nei, þetta frá Tesla verkstæðis votara. Já. Og hérna Sáaðal hefur líka fengið 5 stjörnur fyrir votandina sína. Já. En hjá þeim færðu tjónaskoðun þeirra kostnaðarlausu. Það eru Autocenter-menn, þeir skipta og gera við rúður í alla tegundir bíla. Heldur betur maður. Kynnt ykkur það nánar á autocenter.is en gestir Chessa Dark í þætti 214 eru Brynjar Níelsson, lögmaður og fyrirverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins og Þorsteinn Víglundsson, fyrirverandi framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins og fyrirverandi ráðherra og þingmaður fyrir Viðreisn. Strákar, verið hjartalega velkomnir. Takk. Gleðilegt nýtt ár. Já, sömuleiðis. Hvernig liggur á okkur? Bara svona ljómandi léttir held ég. Það ekki? Jú, nýtt ár og Já. Tali hver fyrir sig, sko. Einar náttúrulega aldrei léttur. Nei. Ég búinn að fyrir ræktina, það ekki að gera meira því að það var þessu ári, þannig að bara klára kleysjuna strax í byrjun og getur svo byrjað að safna á sig kílóunum aftur. Já. Brynjar, varstu með einhver áramótahitt? Já, ég er alltaf með áramótahitt, taka mig taki, fara í ræktina, borða minna, hætti sælgæti. Já. Og þetta bara saman eins og ég sé alltaf að vera hætti pólitík, ég stendi ekki við neitt. Þorsteinn, hvað með þig? Nei, ég fór rólega í áramótahitti þetta árið. En jú, þetta maður ekki að hreyfa sig aðeins meira á. Já. Við lítið báðir helviti vel út. Já. Með aldur og fyrirstörf. Já, ég er nú komin þann aldur að ég verða að gera eitthvað í mínum málum, sko. Það var alltaf eins og Lalli Jones sagði gamla, það var búið að taka hann í 28 sinn. Nú ætla ég að verða að fara að gera eitthvað í mínum málum. En það gerist nú lítið. Já, klart. Birgir, varst þú með einhver heitt? Ég ætla að hætta að segja algjörlega bara í þáttunum, annars ekki neitt. Nei, ég ætlaði að borða meira Serrano á árinu. Já, vel gert. Og það fer vel að staða mér. Já, borða hotlan og góða mat. 2400 fyrir máltíðina sem auðvitað gott fyrir einstæðinga eins og mig. Þannig að ég held að teka ekki þátt í veganuar, sko, þeir bjóða alveg upp á kjúklingafeta líka þá. Nei, Brynjar er sterkur þar. Já, en við verðum auðvitað að byrja þáttinn á tíðindum gærdagsins. Bjarni Benediktsson sagði af sér sem formaður Sjálfstæðisflokksins. Og kannski byrjum bara þér, Brynjar, komið sér ákvörðun á óvart? Já og nei. Já. Ég var vissum að hætta á kjörtímabilinu en sjálfur vonaðist til að myndir nú taka þátt í stjórnarandstöðunni og þá kæmi síðan bara ný formaður fyrir næstu kosningar. Það er rosalega vont að missa hann er náttúrulega gífurlega reynslu og þekkingu. Og mér fannst hann bara verið svo miklu stuði í kristfíldinu, það var stuði í kosningabaráttunni og öllum þáttum og það var engin merki þess að maður var að hætta, sko. Nei. Þannig að ég er svolítið spældur. Já. En ég lifi þetta af. Já. Þorsteinn, hvað segir þú? Maður var svo mikið að velta fyrir sér hvenær þetta myndi gerast en það var kannski skrifaði í skína að þetta hlýtur nú allavega að vera fyrir en síðar og klárlega vel fyrir þá næstu kosningar. Ég meina það er missir að Bjarni á pólitík, hann er mjög reyndur og búin að með annan lengsta feril sem formaður Sjálfstæðisflokksins, það er nú all nokkuð og á ef að segja mjög erfiðum tímum framan af. Tekur við flokknum náttúrulega í erfiðri stöðu eftir hrun byggir hann upp og svo vissulega hefur hallað aldrei undan og erfitt stjórnarsamstarf á baki núna síðastliðin 7 ár. Já. En bara alltaf kunna ljómundu vel í Bjarna þótt hann sitja ofta tíðumundi bara mjög leiðinlegri og ósengjarnir umræðu. Þetta er mikill stjórnmálaleiðtogi og hefur markað spór sitt í söguna og bara missir á hann á sviðinu en kannski bara ánægir eftir hans hönd að fá smá frið og frílóksins. Já. Og örglega fyrir konuna slíkt. Kannski ósækjald spurning en heldur þetta hafi verið hans ákvörðun? Það held ég alveg örglega bara hans ákvörðun. Hann hefur metið þetta bara þannig að eftir þetta saman að þá sé bara best að taka þetta allt í einu bara hjá plásturinn af og vera ekkert að djöflast þetta, hann er ekki það gamall að hann á alveg
framtíð fyrir sig einhverju öðru. Hann á besta aldri. Hann á besta aldri, já. Og hann en þetta svolítið missi fyrir flokkin, missi fyrir stjórnmálin. Það mikil endun í þinginu, full mikil að mínum mati. Og svo missum við svona reynslubolta eins og Óla Björn, Haraldur Bindur þú farin áður. Ég svollar áhyggjur að þessu. Já. Ég vil bara segja það. Já. En nú bara tækifæri þá til að fyrir næsta formann sem verður þá vantarlega annarkvort í lok febrúari, verstafalli í maí, að fyrsta verk hans að ná að þétta ræðirnar og þá spurning ég hver líklegast til þess. Já. Þétta ræðirnar og stilla þessu upp og svona búa til gott lið, eins og menn segja, í boltanum. Já, klart. Já, maður velti fyrir sér. Þetta var er þetta bara fýtt tími, svona eftir kosningar búin að sigla skipinu í einhvers konar höfn og Jón Gunnarsson tekur það bara við fyrir komandi þingmennsku tímabil, eða er þetta ekki góð tími, hvað finnst ykkur? Eins og ég sagði hann, ég hefði viljað að hann væri lengur. Ýttu þessu á stað. Ef við svona kannski skilið það að menn myndu kannski hann myndi þá hætta einhver tíman á tíðanbilinu og gefa nýjum formanni tækifæri til að undirbúa þá kosningar og koma sér á lista og öðru sæti. En svo ekki á Ísland róið það heldur, það getur alltaf verið kosningar með einhver fyrirvara. Já, við þekkjum það. Þannig að hann hefur kannski bara metið að þannig að þetta bara fór svona að koðinu ríkisstjórn og það best að gefa bara láta kefli til annara. Já, Þorsteinn hann ákveður að hætta alfarið í pólitík, ekki bara segja sem formaður, kannski hefði bara verið skrítið að hafa hann sem einhvern óbreyttan þingmann eða hvað? Jú, ég held að þessi alltaf svolítið snúið fyrir nýjan formann að setja svo með gamla formannin inn í þingflokki. Ég held að bara þegar þú hættir og eins og Brynjar segir, það er eðlilegt að gefa nýjum formanni þá tíma og það fer af stað þessi valferill innan flokksins einhverjar fylkingar sem þarf takast á væntanlega og þetta að sjá hver verður þar ofan á. Sem nægt frambúð af frambærilegu fólki innan flokksins, þannig að það verður bara gaman að fylgjast með, verður kannski svolítið endurnýjun þarna. Já, ástæðan kannski byrjan fyrir ég spurði þér að því að þess að þú segir, hann er búin að vera í miklu stuði, hann var í viðtali á Stefán Einari bara fyrir nokkrum viku síðan, þar sem hann sagði bara, og líka spurði þessi kryddsildinu og manni fannst eins og hann væri á þeim buxunum, hann var ekkert að fara að hætta, þess vegna velti maður fyrir sig hvort eitthvað við gest, Nei, ég er ekkert að segja gest, þetta bara, þá var ekki búið að mynda ríkisstjórn, menn verða bara að vera brattir, þannig að vera brattur í kosningabaráttunni, þannig að vera trúverður, þannig að það er ekkert óhelt við það, Nei. Síðan bara kemur þarna þessi ríkisstjórn og þá höfum bara hugsað okkur, við erum að fara í stjórnaraðstöðu, við þurfum að endurnýja okkur, við þurfum að þétta ræðirnar og ég er ekki að fara í gegnum aðra kosningar, hann er eins gott bara að geta strax. Þannig að sennilega hugsa þetta þannig. Já, var Jón Gunnars ánægður að fá sæti á þingi aftur? Já, hann er jafn þungur og ég alltaf svona. Þannig að ég gæti nú ekki merkt neina sérstaklega gleði hjá honum, Ég heyri nú í honum reglulega, ekki það að menn sé oft glaðir, en nei, ég held að hann hafi talsverðar áhyggjur á stöðunni og hann gerir sig grein fyrir því að menn þurfa að slíðra vopnin og standa saman og það þarf að fá okkur á fórustur sem er líklega til að samvinna menn. Já, maður spyr sig, hafa einar ýmsu síður verið að velta vöngum það hver taki við keflunni á honum Bjarna. Lengi en einbit sér þetta bara íslensku íþróttalífi. Jú, heldur betur. Og ýmsum nöfnum verið fleikt þetta fram. Er þetta bara getur hver sem er komið og hirt krónuna? Úr þessu? Hver sem er, ég kannski ekki svona hver sem er, en þarna eru 4 fyrrverandi ráðherrar, eiginlega 5 með Jóni. Já. Þannig að þetta eru, þessi 5 eru allir að veltaði fyrir sér að bjóða sér fram, ég reikna með því. Og að taka eitthvað símtöl núna líklega? Já, ég hugsa að það sé hár símreikningur núna. En Halldór Benjamín, Heiðar Guðjóns, ekki á þessum tímapunkti. Hefðu þetta gerst árið fyrir kosningar?
þá hefði alveg geta komið einhver svona utanakomandi og gerð sig gildandi í fórstuflokksins. En þó að myndi segja bara að vera landsfundur í haust, það er samt engin utan. Nei, það er ekki breytt. Nei. Þannig að það er Þórdís, Áslaug, Gulli og Guðrún. og Jóni. Já. Ég hugsa að þetta er svona þessi 5 nöfn sem maður heyri líka, sko. Ekki? Jú, ég meina það er... Og Hjörvar Hafliða? Sem ég gleyma Hjörvari. Ég meina það er þetta Jens Garðar, hann er náttúrulega nýr inn í þingflokk en reyndur úr flokknum, en ég held að flokkurinn hafi engan skort á efnilegum frambjóðundum. Það er kannski, ef maður horfir til þessa stjórnarsamstarf sem flokkurinn er að koma út úr og svona hvernig pólitískt landslag hefur breyst með meðflokkin öðrum meginn við séu viðreist hinum meginn að þá hefur mér allavega fundist flokkurinn þurfa að skerpa svolítið bara ásýnd sína gagnvart kjósendum skerpa á stefnunni og ég saknaði þess í kosningabaráttinu núna það var mikið talað um vinstri hættur og mikið talað um hvað aðrir væri ómögulegir en sem er full ásast til að benda á en mér fannst flokkurinn lengst að gleyma því að tala um stefnumálin sín fór nú aðeins að gera það undir lokin en það er, ég held að sé alveg ástæða fyrir flokkinn að fara í smá naflaskoðun og velta fyrir sér svona hvernig skerpa má á stefnunni það er allir gott að því Já, sko önnur ósækjum spurning þessi 5 aðilar sem við nefnum hérna Ertu bara með ósækjum spurning? Já Þarna, er einhver líklegir en að ná einhverju fylgi tilbaka, fá nýtt fylgi, fá gamla flokksmenn heim? Eitthvað sem var meiri trú á en annars? Nei, ég ætla ekki að fara að gera þitt dómar í því einhvern veginn að ég átti mig bara ekki á því, sko. En nú bara reynir á þetta fólk. Hverjir koma fram og svona eru traustvekjandi og trúverður í því að ég get saman á okkur, ég get slegið á þessar deilur sem hafa verið langvarandi og stundum alveg einkennilega harðar og maður skilur þetta ekki alltaf og þannig að menn bara slíðri þessi sverð og segir nú bara ekkit í boði annað en að koma samhendi til leiks það er ekkit, þetta rugl er bara verður að vera liðin tíð mér finnst aðeins fara að örla á svo hjá unglingarhreyfingunni, hún er orðin mjög samhent og það er ekki sömu lætin þar svo voru í gamla daga mér finnst hún hafa staðið upp núna ég treysti svolítið á hana núna unglingarhreyfinguna, mér finnst alveg ótrúlega mikið öflug ungu fólki ég tók eftir bara fyrir þessa kosninga miklu meira heldur var fyrir 4 eða 3 árum og tala um fyrir 7 árum sko. Þannig að mér finnst bara alveg ótrúlega öflugt unglingastarf í flokknum núna betur heldur verið mjög lengi. Sko það er eins og þetta tala um Brynjar, það er búið að vera svona innanflokks átök í flokknum mikið talað til dæmis að voru með 2 kosningaskrifstofur í Reykjavík og svona er samt einhver af þessu nú, ég meina ég var að undirbúin verið þáttinn og bæðið þú og þegar Sigurður Andersen var sjálfstæðisflokkurinn töluðum að til þess að sjálfstæðisflokkurinn myndi aftur ná sömu gömlu hæðunum þá þyrfti einhver utan að koma því að annars er þetta bara sami hann nær náttúrulega ekki sömu hæð með miðflokkin í þeirri stefnu sem hann er núna og viðreist sem hann er sko. Ég held að það sé ekki alveg augljóst að hann geti bara rokið upp og skilið hérna tvo bara eftir. Það verður mjög þungt því að það er auðvitað svolítið áherslumunum á þessu flokkum og en að vera leiðandi samt leiðandi frjálslyndi íhaldsflokkurinn sko. Það þarf heilmikið átak til þess. Sko Þorsteinn, ef þú ferði lætur þú sérst Ólafur Þ. Harðarson í smá stund, sko Þeir eru nú ekkert ólík. Sko hverji munu halla sér að frjálslynda armunum og hverji fara í íhaldinu meina af þessum framboðskandidatum sem við erum að horfa í? Það er nú svona álita Þórdísi kannski og Áslaugu svona frjálslyndi smegin meira og svo kannski þá Guðlaugur Jón meira út í íhaldið en sko ég held að sko sjálfstæðisflokkurinn það náttúrulega bara að gera upp við sig hvers konar flokkurinn ætlar að vera sko það er alveg eins og Brynjar segja þessi tími sko þessa breiða flokks þar sem málamiðlarnar voru unnar sko innan flokksins
ég held að þá tími sé bara liðin. Það því er bara, miður, það held ég sé liðin. en það má segja bara, sko, það er ekkit sér íslenskt, þetta er bara það sem við sjáum í heiminum allstaðar, í okkar lýðræðiskerfi þar sem er ekki, hvað við segja, svona eins og Bretland eða Bandaríkin, einhvers konar winner takes all hérna fyrirkomulag, þá erum við bara að sjá að það er að verða fleiri flokkar til sem kallar á eitthvað svona samsteypu minnstur og flokkarnir þurfa það bara að vera með skýrskotun til sinns kjósendahóps. Eða saminast meira. Sko Ekkur leiti má nú gera það en þar held ég að bara þú veist, ég hef saknað þess að Sjálfstæðisflokkurinn bara skerpi á sér sem ég kallaði vinalegur íhaldsflokkur, byrja að kalla það frjálslyndur íhaldsflokkur. Já, eins og hann hefur alltaf verið, sko. Þannig að það sé, ég myndi segja að flokkurinn hefur orðið alltaf mikil framsóknarflokkur í mínum huga, farið út af sporunu gagvart bara svona grunnatriðum eins og viðskiptafrelsi og samkeppnismálum og öðru þess að Er það ekki hluta því að vera í svona samstefnustjórnum? Það kann að vera hluta því, það er allavega Það þarf að gefa eftir, ég segi bara eins og Inga Sæland, ef maður ekki með 51% þá maður standa við neitt. Já, það er alltaf mjög hræðilega. Brynjar, hvern heldur að ef að Bjarni var að kjósa, hvern myndi hann velja? Ég hef bara ekki hugmyndu það. Nei? Þú sem þið bara kjósa mig. Já, margir tala um Þórdísi Kolbrúnu, hún er búin að vera svona hans. Já, ég veit ekkert um það, ég veit ekki hvernig samskipti þess að fólk segir yfir höfu, sko, ég er nú svolítið dottin út úr þessu öllu saman og var svo sem aldrei mikið inn í þessu. Nei. Þannig að ég veit ekkert hvernig þetta fólk hugsaður eða hvað það er að gera, sko. Ég hef alltaf verið outsider þannig séð, var lengst af í fílu og verið svona meira og minna outsider gæi, sko, og verið bara svolítið minn eigin herra, sko. Þannig að ég veit og afskapla lítið hvað er að gerast þarna. Það er að maður geti hlera Jón eða Gulla eða eitthvað, sko, en það er ég bara sé ekki fundu. En sko, Þorsteinn var að koma á góðan punktan á hann og þú nefndir þetta með miðflokkinu og Viðreisn, það sem bæði kannski með mistin einhverja frjálslynda hægrimenn og svo íhalds hægrimenn, sko, fyrir hinn venjulega kjósenda þá er ekkit allt og langt á milli þessara þriggja flokka. Er einhver formað sem geti kannski fengið bara eitthvað liði heim og svo mögulega bara geti ekki bara lokað eitthvað sjoppum með þessum flokkum og bara farið aftur í sjálfstæðarflokk? Vandamálið pólitíkin, hún snýst allt og mikið um persónur og leikendur. Hún snýst ekki um flokkin, hún snýst ekki um stefnuna. Þetta er meira og minna persónur og leikendur. Ekki sammála þessu? Jú, að hluta til, en sko, mér hefur alltaf samt fundist sko, Viðreisn og Sjálfstæðisflokkur hafa náttúrulega ólíka póla, það er ekkert engungum Evrópumálinn, það má ekki gleyma því að Viðreisn er ekkert bara einhver klofningsflokkur úr Sjálfstæðisflokknum. Það er einhver tíma þá var það löngu liðin tíð. Þetta er til helminga hægri kratar og Svo er þetta mikið vinstraflokk. Meira minna kratar að það. Það eru ekki allt. Alþýðuflokkurinn gamla var nú ágætisflokkur, náði svona takti varandi bara frelsi í viðskiptum og náttúrulega samningurinn kemur á þeirra vakt og kannski markar svolítið grunninn að þeir eru í pólitísku sín. Miðflokkurinn er náttúrulega, hvað á maður að segja, eitthvað svona þjóðernis íhaldspopulista flokkur svolítið. Mér finnst mjög langt að milli miðflokks og Viðreisnar, bara svona hugmyndafræðilega séð. Sjálfstæðisflokkurinn kemur hérna eitthvað staðar á milli. Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn hafi meira að sækja í íhaldið heldur en frjálslyndi í því samhengi. En maður heyrir allavega ákall hjá ég heyrði mjög marga kjósendur sem myndi kalla alveg klára sjálfstæðismenn sem kusu ekki sjálfstæðisflokkin í þessum kosningum að þeir töldu tímabært að hrista upp í flokknum. Kannski? Já, bara óskuðu þess að flokkurinn tæki sig í naflaskoðun og kemi þá vonandi 2 heldur tilbaka ef hann fengi smá skell. Sá skellur var nú minni heldur en kannski í stemdi en þetta var fólk sem talaði sem sjálfstæðismenn sem hegðist snúa tilbaka þegar flokkurinn hefði skert á sér og það sem ég sakna bara í umræðinu í dag þegar við förum út í þess að dómadagsveitleysu í kringum samningi til dæmis og bókun 35 og slíka umræðu sem að tröllriðir öllu þriðji orkupakkin og hvað þetta allt heitir það er aftur ekkert sér íslenskt fyrirbrigði, við erum að sjá verulegt bakslag í frjálsum alþjóðaviðskiptum og þessi
breyting sem varðandi auki frelsi í alþjóðaviðskiptum á þessum áratugum, ekki bara eftir fall Berlínarmúrsins heldur má segja 2-3 áratugi þar á undan sem var búið að vera á Vesturlöndum veruleg framrás í frelsi í viðskiptum milli landa og svo stórsóknir eftir hrun Sovétríkjanna og bara opnun Kína og svo framvegis þá sér það allt í einu að það fylgir því stórauki frelsi í viðskiptum og stórsókn í lífskjörum fólks allan heim. Fátækt hefur stórlega dregist saman, við séum alveg ótrúlega miklar efnaðislega framfærir. Ekki segir Gunnar Smári það. Nei, ég veit það. Og ekki nú eitthvað samtölu það. En þetta það sem er auðvitað ágefn í dag og við erum að sjá bara Bandaríkin að sína aukna einagrunna tilburði, Kína að vinna á allt öðru efnaðismódeli heldur en þau voru að gera fyrir 10, 15, 20 árum síðan sem var svona grundvöllurinn að þeirra efnaðisókn en það er Kína að staðana. Þetta það sem ég held að sem mesta ógnin ekki bara fyrir þá svona velsældi í heimsbúskapnum heldur þetta líka bara þegar kemur á öryggi því að þetta viðskiptafrelsi hefur líka undirbyggt frið sem hefur ríkt svona að mestu en þetta sjáum við ýmsar blikur á loftið þar núna. Já. Þannig að þetta myndum að vilja sjá stóraukna áherslu heima fyrir sem annars staðar að rísa upp gegn þessari vitleysu eins og ég segir, það kemur að eða samlegnum og vandamála, ég hef aldrei séð þetta mynda frjálslyndi í viðri og mikið leitað að því og þannig að mér finnst hann ekki hardcore vinstriflokkur en hann eiginlega bara í mínum venjulegu krataflokkur í dag, kannski svo svolítið eins og gamli alþýðflokkurinn var. Ekkert af því, það er bara besta mál en allt þetta frjálslyndistali en þið eru alltaf einhverju hefta hér og þar og ég hef aldrei orðið var við neitt frjálslyndi aldrei staðið vörð fyrir eignarréttum eða atvinnufrelsinu, neinin og banna þetta en það er annar mál en ég sé þetta alveg ótal tækifæri fyrir Sjálfstæðisflokkin ef vel er haldið á málum af því ég veit að við erum í grunninn báðir Sjálfstæðismenn við Þorsteinn og erum leggjum við mikla áherslu að frelsi einstaklingsins til orða og athafna og allt það og hann beri ábyrgð á sjálfum sér og svo framvegis. En svo geta menn verið íhalsamir mistök atriði. Ég er íhalsamir að kemur á íslenskri tungu og eitthvað svona en ég læt alveg fólk í friði, fólk má bara vera alveg eins og það er Þannig að ég er þetta miklu frjálslyndaldur en nokkuð tíman samfélkingin eða viðreið í raun. Já. En ég get verið íhalsturkur að sömu leyti sem ég tel bara mjög mikilvægt að og ég er hæfilega þjóðerniskennd, ég finnst það bara mikilvægt að við ætlum að vera þjóð en ég er auðvitað maður alþjóða viðskipta og frelsis, ég vantar ekkert upp á það. En mér langaði að þess að ræða ykkur strákar eins og bendir á Þorsteinn að þessi einangruna stefna, hún virðist vera sækja í sig veðrið, við sjáum kannski er ég svona einfaldur maður. Ég horfði á Putin hérna í Úkraínu og sagði, já, þetta er auðvitað hræðilegt en þetta einskorast bara við Úkraínu og hann hætti svo bara, en svo sér maður núna Trump tala svona, hann útilokar ekkert að beita hervaldi, sjálfsögndi sig Grænland og fleiri lönd og einmitt við erum að sjá í löndin minka viðskipti við hvort annað og einangruna sem að koma til valda. Erum við bara að fara að setja okkur var Dagur á undan sínum samtíma endur þess að braggan hann það eða? Ég held að Dagur har aldrei verið undan sínum samtíma Nei, það er alltaf blikur á lofti það er alltaf, ég meina ég er orðið ég er að verða 65 ára og allt mitt líf hafa verið það blikur á lofti Ég fættist í höftum og ólst upp í 100% verðbólgu öll mín úlinsár og fram á fullorðinsár og þannig til auk námi og það er ennþá 100% verðbólga þegar ég kaupi fyrstu íbúðina og alltaf verið blikur á lofti og en einhvern veginn hefur nú mannskepnan alltaf einhvern veginn tilhneigingu þess að rétta sig af en það getur kallað oft á heldur mikið læti áður Nei, ég þetta bara talsverða áhyggjur svo aðrir, það er mikil skautun, það er mikil óþolinmæði, ofstæki hafa aukist menn umburlindi dregið saman bara óþol
og þegar mikil óþol og þá reiði, þá alltaf meiri hættur eða ekki. Jú, klálega og við sjáum alltaf bara allan heim svona populismi í pólitíkinni, svona populískir flokkar sem að spretta upp, sem að lofa gull og grænum skógum og sem reynist svo algjörlega ómögulegt að rísa undir og koma sér ríkisstjórn. Og ég meina þetta auðvitað á endanum grefur þetta undan lýðræði, ég meina við bara horfum á málflutning Trump í kosningabaráttu og honum hefur tekist að mainstreama ýmislegt í sinni orðræðu frá fyrri kosningum sínum og þangað til núna sem verulega afturför þegar maður horfir til bandarísks efnahagslífs. Nú hefur eftir að sjá að það er nú ekki langt í það að hann taki við, þannig að hvað tekur við varðandi hvers konar tollamúra er Trump að fara að reisa fyrir eitthvað svona dómadagsveitlis eins og þessi þráhyggja hvert Grænlandi sem en ekki byrja að tala um Kanada líka það var ekki Kanada var það? Eitthvað því að Kanada ætti nú betur heima í Bandaríkjunum en það geta menn tekið eitthvað svona röfla alvarlega sko. Nei, en sko svo þetta stundum maður þetta líka bara horfir á og segir hvenær átt að taka mannin alvarlega og hvenær ekki, það er svo mikið vitleysu sem flæðir út úr honum en hann, það sem maður er þetta smeyku við, hann kemur þó betur undirbúinn núna heldur en síðasta kjörtímabilans var náttúrulega bara eitt farsi upp að koma frá upphafi til enda og svo sem kannski má segja í baksýnisspegli breyttist svo sem ekkert voðalega mikið í mörgu en það var kannski fyrst og finnst að því að þau komum svo illa undirbúin og fyrstu 2 árin fóru nú bara í eitthvað drögl. Hvað gerist núna þegar mann koma inn með eitthvað agenda og undirbúin það hverjum verið að fara að skipta út og hvernig verið að fara að skipta út í bandarískri stjórnsýslu. Það má alveg að þetta verði öðruvísi þetta skiptið. Ég förði mér alltaf bara ennþá því að maður sem raunverulega satt og horfði á tilraun til valdaráns og lét þá óátalið skildi vera endurkjörin tala ekki mann augljóslega ýttu undir beinlínis hvatti til þess að þessi maður skulle hafa verið endurkjörin forseti Bandaríkjanna finnst mér náttúrulega afrek út af fyrir sig og umhugsunarefni en það sýnir okkur náttúrulega bara pólitísku umræða er orðin svo þetta er orðin svo mikil upplýsingóreiða það er fjölmiðlar kannski mörguleiti veikari heldur en voru áður eða bara það er svo auðvelt að stofna fjölmiðlar, það er svo margar raddir að fólki og erfitt fyrir almenning átt að svo því hvað er rétt og hvað er rangt í þessu og ég veit ekki alveg hvert þetta leiðir okkur þetta er svona það sem mér veist allavega mest ógnin að lýðræði í dag. Já. Ég lýðræði alltaf hættu, ég held að almenningur átti sér miklu betur ásöldur menn halda ég get nú sagt ykkur að því ég var nú á ferðalagi á stóru skemmtverðarskipi Miðjarðarhafinu í ágúst. Allir 70% af farþegum hefði ekki verið Amerikanar. Ég ræddi nú mikið við þetta sko. Og þeir sagði já, Trump er svona og svona og svona alveg saman sko. Við höldum bara að stefna hans gerir meira gagn heldur en hinna sko. Það er svona kjósið við hann sko. Það er ekkert flóknari en það sko. Þráttur allar þess að umræðu, allar þess að fjölmiðla og djöflast á allar. Við sjáum alveg í gegnum þetta. Við erum ekkert að pæla í þessu. Þannig að sko ég er ekki vissum að almenningur blekkir svo mikið sko. Nei. En lýðræði er alltaf hættu, það er ekki sjálfgefið fyrirbæri sko. Nei. Og svo má ekki gleyma hinnupólum heldur sko, því að maður horfur á þessa vitleysu en svo þetta þarf þá fólk sem skilgreinir sig sem frjálslynt fólk að gæta sín á því að sko, í baráttu sinni fyrir réttundum einstakir og hópa má ekki fórna grundvallar eins og bara trjáningafrelsi, almennum mannréttundum, þessi skautun, útilokun eða svona cancellation culture eitthvað svona. Það er alveg jafn hættulegt fyrirbrigði eins og hinvillis. Grundvallaratriðið er að fólk hefur rétt til skoðana sína og tjáðar og maður hefur fullkomið rétt til þess að fyrirlíta þær skoðanir, mótmæla þeim hástöðum en við verðum að verða rétt fólks til þess að vera til og tjá sig. Voltaire var með þetta á hreinu 1700 eitthvað sko. En það ég held að við göngum alltaf í gegnum ykkur að 30 ára sveiflur fram og tilbaka við þurfum alltaf að prófa vitleysurnar aftur og aftur. Já, við lærum ekki mikið að sögur. Svo snýst pendullina til betri vegar á ný. Brynja var náttúrulega viðtalið daginn það var til tjáningar frelsi. Sko, hvar liggja mörkin í stuttumáli milli meiðirða og síðan tjáningarfrelsis?
Já, sko, meiðyrði, sko, það nú mjög vandfærið eins og menn sjá bara með niðurstöðu dómstóla, sko. Þeir eru svolítið út og suður því sjálfi, sko. En þetta alltaf spurning hvað fullir og hvað gildisdómur, sko. En varðandi þess að hatursorðræðu, að því að þú veist að minnast á það að menn sem berjast fyrir réttindum eru orðið kannski ofstækisfyllstir af öllum og beita alls konar aðferðum til þess að þrengja tjáningarfrelsinu og kröfu það. Hatursorðræðan einn hluti af því og ég hef alltaf sagt sko sínum tíma að og sagði á sínum tíma að sko orðræða sem hvetur til einhvers konar ofbeldis getum við kallað hatursorðræðu sem mér finnst eðlilegt að gæti varða viðurlögum. En einhver skoðun sem þið finnst fráleit, asnaleg, jafnvel hættuleg, hún það ekki. En menn grauta þessu öllu saman. Og nú bara krafar alltaf það, alltaf bara að kæra menn endalaust, sem ákveðin óbeldstaðferð og mikið óþol. Og þetta mjög ábyrjandi fyrir sko einhverja hópa sem telur sér alltaf að vera annarkvort við viðkvæmri stöðu, minnihlautahópur og hvað eina sko. Og þetta auðvitað orðið svolítið vandamál, þetta þöggunar aðferð í umræðu einhver atriði í samfélaginu sem ég tel að sé bara auðvitað miklu hættulegri heldur í vitleysa skoðanir sko. Já. Og við verðum að passa okkur á þessu, en vestræn lýðræðishyggja hafa gengið svolítið langt í þessu undanfarið sem getur bara verið fóður fyrir þessar popúlísku flokka sem við höfum svolítið áhyggjur af því að það ofta það lítil innistæði í þessu þetta svona og þegar slíkir flokkar komast til valda þá verður oftast óskundi sko. Með tímanum allavega og þannig að við þurfum þetta bara að kunna að taka einhverju umræðu, að kunna ekki allir en tjáningarfrelsi bara samt svo mikilvægt að við verðum að hafa bara talsveit umburðlyndi fyrir því. Það má andmæla því, það má gagnrýna það má fyrirlíta það. En þú ætlar að beita einhverju þvingunarvaldi ríkisvaldsins eða einhverju slíku í svoleiðis, þá ertu komin á mjög hættulegan stað. Sammála því Þorsteinn? Já, ég meina það bara grundvallaratriði frelsins að mér frjálst að hafa mínar skoðanir tjá mig hátta mínum aðtöfnum þannig bara svo lengi sem ég gengi ekki á frelsi annara og ég gengi ekki á frelsi annara með því að hafa sterkar skoðanir fólk má fyrirlíta mig fyrir það ef það ósammála mér eða maður bregðast við á hvernig hátt sem við annað heldur en að ráðast gegn mér með þetta bara gamlega sjálfstæðsmenn að tala Já. og frjálslyndir við resnamenn líka en ef þeir eru til en þetta er algjörst grundvallaratriði og fólk sem er í góðum tilgangi að berjast fyrir réttindum fólk sem að þar á öllum stuðningi að halda málstæðinu getur verið frábær Já. en vopnið má ekki verða þannig að það gangi gegn bara grundvallaratriðum lýðræðissamfélag, grundvallar mannréttindum annarra að tjá sína skoðanir. Mestu ofbeldi með sögunum voru alltaf með góðan tilgang. Já, flestir geta gefið sér ykkur að góða afsökum fyrir því sem það er að gera. Það hefur aldrei verið vandamál. Bara til að slúta umræða aðeins sko, verður landsfundur í febrúar, Brynjar, já eða nei? Ekki alltaf vont veður þá það? Nei, sko mér hefði fundist það skynsamlegra að hafa hann í maí úr því að sko þessi fundur, þessi tímasetningi lok febrúar var hugsuð fyrir kosningar í voru eða haustið. Síðan bara koma kosningar í nóvember lok. Já. Nú er engin tími til undirbúð sem landsfund fyrir 28. febrúar fyrst mér, það er mjög takmarkaður. Já. Þannig að öll málefnavinna verður þá bara einhverja handarhlöpum. Mér bara fundist það skynsamlegra út frá því að hafa hann í maí. Hvenær kemur þetta ljós? Það lítur að vera fljótlega, ég veit það ekki, en minna kannski úr því komið og Bjarni er búin að lýsa þessu yfir, þá kannski vilja menn bara drífa þetta af, ég veit það ekki. Já. Mér hefur finnst það frá fyrirfram skynsamlegar hafa í maí, líka betra veður og bjartara og maður er ekki stunglindur. Og gefur fólki meira tíma kannski til að undirbúa sig? Já, bara undirbúa sig, þetta er meira áttar undirbúning fyrir svona fund, ég hef ekki trúað þessu fyrirfram sko. Já.
Ég gef ykkur báðum 100 krónur á lenginni. Hver verður næsti formaður Sjálfstæðisflokksins? ætlar að stuðla hinn 5 fræknu jafn bara. Já. Ég er náttúrulega miklu meira auðvitaðgast þar heldur Brynjar, ég hef ekki minnstu hugmyndum þetta. Nei, Persónulega líst mér og hefur alltaf leitast mjög vel að Þórdísi. Mér finnst hún málefnalega röggsum, svona hugmyndafræðilegu stjórnmálamöður sem ég alltaf miklar mætur á. Mér finnst vanta svona stefnufestu meira í pólitíkina, ekki ráðast bara af tækifærismennskunni hverju sinni. Mér finnst Þórdís vera þannig stjórnmálamöður en svo takast þarna á ykkur fylkingar sem ekkert hvar enda. Það sem ég vil bara segja þetta, ég nefni engin nöfn í þessu. Okay. Það sem ég vil bara segja þessu er að formaðurinn þarf að hafa ákveðna pólitíska reynslu, hann þarf að hafa skýra hugmyndafræði og stefnu, en hann þarf líka að halda utan flokk. Hann þarf að geta haldið og sameinað flokksmenn. Hann þarf að vera í góðu sambandi við þá. Og það er mjög erfitt hlutverk. Þannig að hann þarf að mörgum kostum búinn, formaðurinn, ekki nóg einhvern einn góðan, sko. Nei, algjörlega. Þetta er mín loka orð. Núna svíkja áramótaheitið mitt núna. Strákar, Orka náttúrunnar er ekki örugglega öll fyrirtæki landsins með ON hleðslustöðvar fyrir utan hjá sér? Jú, og eigið þið báðir rafbíl? Já. Vel gert. Já, svona, hvað heitir þetta, hybrid? Vending, já. Ég stingur aldrei í samband. Ég bara keyri á mínu bensinni. En það tel ég bara CO2 bara mikið eftir í lífið í landinu. Ef ságallin er hins vegar einhvern tímann á þér þá getur þú komið við í Öskjuhlíðri. Þannig opnaði núna á liðnu ári. Það er glæsilegur hleðslu. Já. Hleðslu garður. Nýr og Glerártorgi líka og þeir eru heldur betur að sækja sér veðrið. Þeir eru að elda. Mennirnir í Orku náttúrunnar. En við fengum eina góða rittarspurningu sem langar að taka núna. Hún er reyndar nafnlaus en áðurum við kveðjum Bjarna okkar. Þessar bestu er alltaf nafnlausar. Með kveðjum Bjarna okkar. Óttast minn allra kærasti Brynjar Níelsson að á næstu árum komið miðflokkurinn til með að verða breiðfylking hægri manna sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í áratugi. Nei. Með hvarfi Bjarna Ben, Óla Björns, Brynjars Níelssonar og fleiri góðum menn. Nei. Er íhaldið ekki farið úr flokknum og lítið eftir nema markasegnir loftslagssinnar á meðan miðflokkurinn terfið fram öllu frá Siggu Andersen til Simma? Nei, þegar ég horfi bara unga fólki í flokknu þá hef ég ekki ágjörðis. Ég bara verð að segja alveg svo ég bara hef svo trölla trú á þessu unga fólki sem allir segja eitthvað ungt fólk sé aldrei verið í verri stöðu, ég held að það aldrei verið betri stöðu. Það er nú mín kenning, sko. Þannig þú er ekki ágjörð þessu? Nei, ég hef ekki ágjörð þessu. Ég menna, auðvitað veit maður alltaf hvað gerist ef miðflokkur tæki upp á því að taka bara stefnu Sjálfstæðisflokksins bara komplett inn til sín. En flokkur sem er svona stofnað kringum einn mann og eitthvað svona hefur ekki þessi fél og ekki þetta undirlag. Ég held að það sé mjög erfitt fyrir hann að taka þetta yfir. Já, algjörlega, vel svo veit maður aldrei hvað getur gerst, sko. Nei, sko við þurfum auðvitað að ræða að það er náttúrulega komin ný ríkisstjórn í landi, frábær ríkisstjórn, Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins. Hún er spennandi. Já, byrjum á Þorsteini, hvernig líst þér á þessu ríkisstjórn? Ég finn að mér líst mjög vel á ráðherraskipan Viðreisnar í þessari stjórn. Bara, ég held að verið gott mannval þar og sérstaklega mér varst gaman að sjá Daða Má komið þarna inn í fjármálaráðuneytið. Já, mörguleiti, samt kannski ekki. Ég meina bara hann er mjög vel að sér þegar kemur að efnahagsmálum og bara mjög sterkur kandidat inn í þetta og kannski ráðherra kapli milli flokkana, margir sem horfðu til þess að Kristrún færi mögulega þarna inn. Hún greinilega vildi stýra stjórninni, nú er ég náttúrulega algjörlega utangar sem ég veit ekkert hvað gekk á þarna við borðið en í þeirri stöðu fannst mér þetta var mjög sterkur valkostur. En er samt ekki skrítið að fá allt í fjármálaráðara sem að þurfti ekki að bjóða sig fram eða hvað? Ég finnst ekki það ef flokkar kjósa að taka inn bara ef að segja fagra á þeirra. Það er oft verið talað um að staða þeirra sé veikari mögulega en þingflokkað eitthvað þess að það er náttúrulega bara byggjar á þingflokkum. Hann er varaformaður flokksins. Hann er ekki eins og hann sé umboðslaus þarna inni heldur. Það er gríðarlega öflugur og ég hef mikla trú á honum hann inn í ráðuneytinu. Hann hefur unnið
mjög komið að fjölmörgum umbótatillögum bara þegar var vinna á vegum samráðsvettvangsins á sínu tíma og annað þess vegna sem hann hefur unnið í kringum og held ég að verið mjög sterkur þarna inni. Þorbjörg á heimavelli í dómsmálaráðuneytinu, Hanna Katrín auðvitað að takast á við mjög stórt verkefni í stóru ráðuneyti, eins og kemur sjálf með reynslu úr atvinnulífi og bara tröllatrú því að hún komið þar öfluginn og Þorgerður alltaf verið, getur við sagt á heimavelli þegar kemur utanríkismálunum, þannig að ég held að þeim hafi tekist mjög vel til bæði varðandi þau ráðuneyti sem þau taka til sín og hvernig þau manna þau ráðuneyti. Mér hefur fundist bara mjög áhugavert að fylgjast með Kristrúnu Frosta. Mér finnst hún er alveg klálega vinstrið sunni fyrir minn smekk en hún er samt ljónklár hagfræðingur með skýra og bara góða sýn á hvað hún ætlar að gera. Hún er með skýra og góða sýn á það að það þurfa að balansera hér ríkisfjármál og báðir þessi flokkar lögðu mjög mikla áherslu á það í bæði kosningabaráttu og heyrði ég líka á máleðra í stjórnarmyndun. Þannig að þetta tvennt lýst mér mjög vel á. Ég meina það veit allir að það er eitt valdkartan það er eitt valdkartan inni sem heitir Flokkur fólksins og það verður bara tíminn að leiða í ljós hvernig Ingu tekst upp að halda sínum hópi saman og hvernig þeim reiðar af í sínum ráðuneytum. Ég meina ég hef aldrei kosið Flokk fólksins sjálfur. Ég myndi nú segja að það er áskorun þessari ríkisstjórnar líkt og þeirra fyrri að það er langt á milli flokkan. En hefur kosið að vera með Flokki fólksins í ríkisstjórn? Það ætla ég bara að leyfa öðrum að velta fyrir sér. Ég satt ekki við þetta stjórnarmyndunarborð og veit ekkit hvað þar gekk á eða hvers konar traust myndaði þetta milli aðila. Það er alveg deginu ljósar að það svo stefna sem að Flokkur fólksins lagði upp með í kosningum var algjörlega óraunhæf. Hún virðist að mestu leyti hafi verið skilin eftir á tröppum stjórnarráðsins, þannig að nú verður bara að sjá hvernig þetta þróast. Brynja, þér lístu vel á þessu stjórn, eða ekki? Og stefnið í lýsingunum kannski aðalega? Nei, mér líst satt að segja ekkert vel á hana. Nei. Ég menn það er alveg rétt hjá Þorsteini, ég menna mannval viðreisnar er bara mjög gott. Það verður bara að segja þess svo er. Ég menna það er fólk sem getur treyst alveg í svona verkefni. Ég ætla ekkert að vera rétt að fíblast með það. Það er auðvitað síra hjá öðrum okkur hérna og það mun auðvitað reyna mjög á þetta og þegar maður skoðaði stefnuyfirlýsinguna sem bara sömu markmið allir hafa með, draga úr verðbólgu, auka verðmætasköpun í atvinnulífinu og svo fer maður að sjá áherslurnar þá er þetta allt aukin útgjöld Já. Þannig að ég hef auðvitað enga að fjölga lögreglumönnum 50 og þá að gera meira fyrir listur og menningu og þá að gera meira hækka almannatryggingarnar og allt þetta dótari Frítekjumarkið Já, allt saman og þetta er í engu samræmi við þessi markmið ef menn allir í þetta með þessi markmið þá auðvitað lendaði bara á vegg þannig að ég auðvitað áhyggjur á því en ef menn allir bara að segja heyrðu ég ætla að taka til hindi ríkisrekstur og hagraða þá eru við ekki að fara að gera það með þessu stefnuyfirlýsingu og síðan bara byrja að róana en okkur ekki peningur hérna og svo er Daði greið alltaf þessi peningur er ekki til og og það eru þú bara skilur ekki pól til Daði, við þurfum að þessu halda en þessi peningur er ekki til og hvað er allir að taka og hvaða afleiðingar hefur það ef við skattleggjum meira og hvaða áhrif er á atvinnulífið búið til hvaða áhrif er á ferðaþjónustuna að búið til bæði til komugjöld og náttúrupassa og hvaða áhrif er þá sanngirnistöðu sjávarútvegsins eina efnarsakirinn sem er í þessu stefnuyfirlýsingu er það að fara að efla hér og fjölga dögum smábátum Já, strandveiði sem er fullkomlega fráleitt og þannig að ég er ekki svo að björnsinn og
En ég tek ekki þetta viðreið sko, ég meina það alvöru fólk innanborðs og ég get alveg treyst þeim í hvað sem sko. Já, við fengum líka viðreist, sko, tala að draga styrsta stráið, sko, Þorgerður, hún dró stærsta stráið, hún fekk langbæsti ráðanir. Langbestu, já, ég meina, það bara því hinn hafði kannski ekki haft mannskap í það sko, ég veit það ekki. Ég held að allavega Viðreisn getur vel unnað í sko, ráðuneyti skiptingunni. Algjörlega. Og endanum náttúrulega ríkisstjórnir dæmast ekki af stefnu yfirlýsingu sínum heldur aðgerðum og hvernig samstarfið tekst til og það var auðvitað minna það sem að var erfiðast fyrir síðustu ríkisstjórn var nú bara þetta ég var að segja minniháttar ósamleindið þeirra svona síðast við 3 ára minnsta kosti. Það auðvitað aldrei gott þegar að það nú bara menn hafa ekki geð á þeirri málamiðlun sem orðin á milliflokka og þá auðvitað stjórnarsamstarfið lokið og það var auðvitað á endanum niðurstaði Sjálfstæðisflokksins síðast að það ekki lengra að fara með þessari stjórn og ég held að það hafi alveg verið rétt mat og hefði sennilega verið rétt fyrir heldur en svo ákvörðunni tekin. Síðustu 3 ár sér í lagi ég mikill fórnarkostnaður í bara hversu lítið náði fram að ganga áskorun þessari ríkisstjórnar hún ekkert að taka við auðveldu búi mér leiðist ég hættur í pólitík og það margt hægt að segja gott síðustu ríkisstjórn, margt hægt að gagnrýna það alveg ljóst að málamiðlun í því stjórnarsamstarfi yfir 7 ára tímabil var auðvitað talsverð útgjaldaaukning hjá hinu opinbera svo geta menn reyfist það hvort að það hafi verið farið allt og langt eða ekki veruleikin allavega sá að svigrúmið mjög lítið til frekari útgjaldavextir. Það þarf að fara í hagræðingu á opinberum rekstri og hagkerfið ekki allavega í augnablikinu að vinna heldur með. Það að kólna. Við sjáum bara fasteignamarkaður búin að vera mjög kaldur síðustu mánuði. Það búið að safnast upp í ykkur 4.000 óseldar íbúðir þar. Atvinnuleysi ekkert verið málulegt skrattan á vegginn. Við erum með hagkerfi sem í ágætlega sterkri stöðu en það að róast og háasta stefna Seðlabankans að byrja að bíta og það var markmið með svo sem við hefum verið að reyna að ná niður verðbólgu og það þýðir þar þurfa ríkisfjármálin að vinna með ef þá að takast að ná verðbólgun almennilega niður þá farið hér í langa kjarasamninga sem við höfum líka alveg að vera raunsæð með að þetta ekki litlar launahækkanir sem við verið að taka næstu 4 ári. Við erum aðeins með smá það eftir. Við erum með 6%, liðlega 6% hækkun launavísitölu og opinberu markaðurinn er ekki búin að ljúka sínum samningum öllum á síðustu 12 mánuðum, þannig að það alveg verðbólgu fóður þar ennþá. Heldur betur. Og það þarf að halda mjög vel á spilunum hort fram á veginn. Þar mun náttúrulega fyrst og fremst reyna á þessa ríkisstjórn að hvernig tekst einmitt að lenda málamiðlunum þar þegar kemur að flokkum sem vilja auka útgjöld við það og þar auðvitað erfiða viðfangsefni í þessu alltaf ríkissjóður ykkur 1200 milljarðar í rekstri. Það eru 400 milljarðar í beinum launakostnaði, það eru þriðjungar á útgjöldum og alltaf sé ekki annað en þessi óbeinum. Það er bara það sem eru þá launagreiðslur ríkisstofnana sem eru með fjárframlag og ríkissjóðu en ekki taldar til launa í fjárlaga samhenginu. Þú skerði ekkert niður ríkisútgjöld heldur en að fækka fólki. Og það það sem alltaf erfiðast í þessu, þú þarft að sameina stofnanir, þú þarft að skera burtu óþarfa og ef maður horfir bara á frá atvinnulífinu séð við erum búin að fylla ríkiskerfið að bjúrókrötum sem bara eins mikilvæg stjórnsýslan að þá varla hægt að hreyfa sig lengur í þessu stjórnkerfi sem við erum búin að búa til. Man líður stundum eins og maður sé í einhverju kviksyndi úr sírópi. Þetta gengur svo hægt og erfitt að koma hlutum í gegn. Leyfisveitingaferli tafsum, horfum bara á skipulagsmálun í Reykjavík, en ef þú ætlar að byggja sláturhús í miðborginni það virðist vera nokkur fljótgert en það náttúrulega bara grunnvandi þegar við komin inn í húsnæðismarkaðinn, þetta tekur alltaf langa tíma að skipuleggja og ég man eftir bara í þann stutta sem við sátum í ríkistöð þá veðurstofureiturinn seldur frá ríki til borgar og það fyrst núna sem að komast þar á koppinu ykkur skipulag
og þannig má lengi telja. Það skyggir á útsýni mitt til Esjunar. En er þetta ekki Það gerir þetta náttúrulega alveg kólómulegum stað. Er þetta ekki bingo í sal, það sem hann segja það? Já, þetta allt í meðinatriðum rétt, sko. Þegar, sko, þessi ríkisstjórn getur auðvitað ekki farið útgjaldaaukningu. Þegar hagvöxturinn bara komið niður. Hinn ríkisstjórn var í bullandi hagvexti, sko. Allur sá hagvöxtur fór nefnilega í aukin útgjöld. Þið tæmdu kassan. Já, en það bara 96% af þessu fer bara í laun, almannatryggingar, öllum sem hagvexti. Við tökum hagvöxtinn og setjum hann öll í laun og kjör fólks. Þessar hópa. Innviðinni verða svolítið eftir. Þetta var vandamál að mínu viti í málamiðlunum í þessari ríkisstjórn. Þessar miklu hækkanir. Það sé allur hagvöxtun bara tekin í launahækkanir. Það er bara þannig. Það getum við ekki gert endalaust. Þá bara setja sig innviður og hérna á hakanum og svo svolítið kerfið auðvitað vex svolítið og hérna þegar við setjum 20 milljarðin inn í heilbrigðiskerfi þá er það fyrst og fremst bara starfsfólk og þá stækkar kerfið er alltaf að stækka, sko. Og þetta er bara ákveðið vandamál og ég bara segi, sko, stjórnmálaflokkarnir allir og alþingi svo bara taka þessu saman, hvernig getum við nú einfalda þetta, dregið úr þessu, allir saman, sko, stjórn og stjórnarandstaða. Og menn fari bara yfir þetta, alveg bara og ég treysti jafnvel að sko, geti náð betur til stjórnarandstöðunar í þessu, því að við komumst ekki hjá þessu. Við getum ekki bara að senka þessu. Og annars bara fer verðbókan aftur upp, sko. En hefur vilja í þessari stefnuyfirlýsingu að hafa 78 milljarða halli síðast, eða hefur bara talið upp hvernig þið ætla að finna þess að 78 milljarða eða? Nei, menn ætla að klára það niður, 2028? Og við erum nú alltaf að framlengja einhverju undan frá 2026 fyrst. Nei, ég meina, þetta var auðvitað mín óánægja með síðustu ríkisstjórn var þessi málamiðlun öll, þessi útgjöld. Menn getur kjarasamninga fara þannig að 80 milljarðar fara úr ríkissjóði. Ég bara segi, gott og vel, sko. En erum við ekki að reyna að ná okkur í varnbjörgunni? Er það ekki mesta kjaramálið okkar? Og menn eru komin í hugsunarháttin, þegar ég var ungur, milli 70 og 90. Það sem var viðvarandi, höfrungarhlaup og vitleysa. Og við sátum eftir, við vorum bara í eintómi millifærslukerfum, höftum og alls konar vitleysu, öll þessi ár mín. Sem að ég var að bestu áraði mín. Og ég bara hugsa mér, vá, á þetta að vera endalaust, sko. Já. Og síðan kemur bara gjörbreytt samfélag eftir 91 og bara og við greiðum smátt og smátt niður alla skuldir ríkissjóðs sem hann eins gott að við vorum búin að því þegar hrunið kom. Þannig að sko menn verða bara að horfa á þetta raunsægum augum. Það er ekki viss að kjósendur gera það allir, menn hugsa bara hvað fæ ég? Já. Og en þá þurfa bara sterkir stjórnmálamenn að segja, svona verður þetta að vera og reyna að sannfæra fólki í landinu það, þetta er nauðsynlega aðgerð. Já. Og verður eiga þetta góða samtal við fólki í landinu, sko. Já. Kannski eitt sem ég langar að spyrja Brynni, ég spurði Þorsteinn hvort hann hefði kosið að vera með flokki fólksins í ríkisstjórn, sko, kom þér á óvart að þessa þrjár voru bara búin að ákveða greinilega að tala saman löngu áður á kosningarnar og telja kossan? Nei, mér er svona aðalega verið eitthvað svona brandari, sko, að hafa þrjár konur saman, það væri svo fyndið eitthvað. Valkyrjustjórnin. Valkyrjustjórn. Ef einhverju því kallar hefur alltaf verið að flissa og hlæja og syngja það, ég veit ekki hvað hefur verið sagt á. En gott og vel, ég meina þetta voru svolítið samræmið bara það sem kom úr kossunum, sko. Já. Þannig að það er ekkert við þessu að segja. Nei. Og ég meina sko gott og vel, ég meina það getur vel verið að það bara ná einhverjum árangri í þessu og flokkum fólksins það bara geta allt ofan í sig. Já. Þá er það bara allt í lagi. Já. Og mér sýnist með stefnuyfirlýsinguna þeir fengu ekki mikið. Já, þeir eru samt of mikið. Já, með það menn alltaf ná tökum ríkisfjármálum og draga úr hallanum. Þá er það svolítið mikið og ég hef enga trú að þið náið því miður. Nei. Ekki miðað við núverandi ástand og hægingu á efnahagslífinu, sko. Nei. Ef að þá taka á ríkisfjármálum hérna þá þarf þetta að ráðast í
raunverulegar umbætur í ríkisrekstrinum. Ef við horfum bara á heilbrigðiskerfið sem tekur cirka fjórðunga fjárlögunum. Það er búið núna alveg, við erum að segja frá því að það fór eitthvað að vænkast hjá okkur hagur aftur eftir hrun, bara samfellt frá 2013, umræða allra pólitíkus að búin að vera við ætlum að auka fjárframlög til Landspítala og það hefur verið aukið. Það verður eins og ekkert séð að sko afköst Landspítalans hafi stórlega batnað við þetta og þetta verður að geta sanngirni að það hefur tölur fjármunir náttúrulega farið í byggingu nýs Landspítala í þessum fjármunum. Já, það er líka fyrir utan þetta samt viðbót. En það vantar eitthvað mat á framleiðinni innan spítalans. Hvernig verið að stýra spítalanum? Og mér finnst fyrst núna, mér finnst gaman að fylgjast með Willum, mér finnst hjá nýjum stjórnendum spítalans að það sé koma meiri fókus á þetta en var. Já, ég tölða tvo raunól við þessu. En þetta er alveg lykilatriði, þetta er stærsta heilbrigðisstofnun okkar þarna fyrir langstærsti hluti fjárframlagana. Það þarf að taka hér umræðina samspil einkarekins hluta heilbrigðiskerfisins og þessu opinbera. Það er ekki verið að tala engavætt heilbrigðiskerfi, það er bara verið að segja nýtum saman krafta einkarekstrar sem bara hjálpar okkur við að laða hér hæft fólk til starfa líka hér heima við með ekki glemma því að við erum hverju ári í samkeppnum það ná fólki hér heim sem sprengmentast út í heimi. Við vorum sama flokki upp og við þurfum eins og að horfa á aukna framleiðinni innan kerfisins, hvernig nýtum við bara krafta og kosti hvort sem sig sem best og að ná að balansera þetta vel. Saman náttúrulega almannatryggingar að taka hinn fjórðunginn, það er ekkert auðvelt að skera eitthvað mikið niður þar en þar þarf að horfa til, getum við ekki jákvæða hvata til atvinnuþátttöku, hvernig eru að skerða á móti tekjum, örorkulífeyriskerfið okkar nægilega hvetjandi til atvinnuþátttöku, það hefur verið mjög bara letjandi til atvinnuþátttöku, það hefur beinlínis refsað fólki fyrir að fara út á vinnumarkaðinn. Þetta eru þættir sem við verðum að horfa til þess hvernig við getum lagað. Amen. Sér það fullt af hægra fólki í Viðreisn? Já, það er einhverja leifar sko en nei sko ég las ekkert að grein ekki fyrir mörgum árum síðan þegar Tony Blair kom til valda í Bretlandi lok síðustu aldar að þá var tekið ákvörðun að dæla pening í breska heilbrigðiskerfi. Það voru endalausir biðlistar á þessu sko. Og það var sko dælinn sem var bara 50-100% aukning, það var eitthvað sko risa mál sko. Og svo var gerð mæling 5 árum síðar sko. Ekkert hafði breyst sko. Nei, vantar ekki meiri penning bara? Já, ekkert hafði breyst í afkvöstum eða framlegð sko. Þannig að það er ekki alveg sjálfkið bara að dæla peningum inn sko. Nei. Og en þetta er samt sko, svona Landspítalanum til varna, þá þetta bara alltaf nýjar áskoran, alltaf bara að koma 30.000 nýtt fólk, heimi og svo koma hælisleitundur að auki og allt meira og minna veikt sko virðist vera. Já, við erum ekki að byggja hjúkrunarheimili fyrir eldri borgara. Nei, og ég meina það búið að byggja til hjúkrunarheimili og Borgarskóla hvenær skrifuðu Svandís og Dagur B. undir það allir sem mörg ár síðan 7 ár síðan og ekki skóplustúka komin sko og þó hefur nú verið aðeins byggt skilur en nú að koma mín kynslu og stærstu kynsluðnar að koma á eftirlaun og þá verður auðvitað eitthvað vesinn, þannig að við getum ekki alveg bara að skamma spítalann, en maður samt eitthvað fundist með allar þess að tækniþróun, maður nú haldið að svona, gervigreind geti hjálpa mönnum eitthvað, en alltaf þurfum við meira fólk, alltaf það er svo og ég bara kannski átt að segja allt saman eðlilega skýringar, en þetta er bara einhvern veginn samt mér óskýranlegt. Maður heyrir hryllingssögur fyrir Geðbyrki, maður heyrir hryllingssögur sko, eins og til að mynda með heilsugæslurnar á höfuðborgarsvæðinu, þessu 15 í Reykjavík og eitthvað aðeins fleiri í kring að þessu reknar og það sé ekki gerðu neitt, ég heyri þetta frá rekstaraðara greinamunur á því sko, ef þú rekur heilsugæslustöðuna þína í hagnaði það er ekkert klapp á baki, það fer bara inn í tapið, það er heldur 4 sem eru reknar í hagnaði ár eftir ár og hinn með tapi og svo er það bara sett í eina jöfnu og gefið út það vantar einhvern góða niðurskjóra keisarana. Ég líka aðra hryllingsögu að manni sem að neita að fara á bráðamóttökuna misti puttana og hræðilegt hljópar í burtu. Já, einmitt. Þetta var sköpið. Ég meina eftir bankahrunni þá var bara niðurskurðun 28% í Landspítalans. Enginn tók eftir að þjónusta verið neitt verið sko.
Ég var svona ekki með álægið að það hefur aukist verulega á spítalunum á meðan og það var þetta það Ég heyri aldrei að það sé alveg ógeðslega mikill álag og aldrei meira. Og má kannski velta fyrir sér hvort að það sé eitthvað sambland af raunverulegu álægi sem augljóslega en líka bara verið að vinna eitthvað skipulega að því að taka á því hvernig bara lögu við ferlan okkar, hvernig náum við betur utan skipulega því hvernig hlutirnir eru unnið og hvað á ekki að vera að vinna inn á Landspítalanum og þetta hluta því einmitt þessi fráflæðisvandi spítalans sem svo getan er talað leiðindi orðin og vantar bara hjúkrunarrými fyrir eldra fólk því parkerað inn á Landspítala sem bara síðasta valkosti fyrir fólk í neyð Heilsugæslan er annað dæmi sem maður veltir bara fyrir sig. Nú hef ég enga sérstaklega innsýn inn í annað heldur en bara svo fólk hér allt. Við erum öll að bíða eftir því að komast að eitthvað staðar og það verðist vera ómögulegt hjá opinberu hlutakerfisins og erfitt hjá hennum einkarekta oft á tíðum. En við byggum hér til tilvísunarkerfi. Það sem að ég kemst ekki til sérfræðings öðruvísi heldur en ég þarf að byrja hjá heimilislækni sem að ég kemst þú ekki til að því að það er ekki tíma til þess að taka mótum minn þetta er þetta Svo hringjur í heimilislækniðin og segir, já, ertu að panna tíma glæsilegt hringdu aftur á föstudaginn, þá tökum við tímaböndur Þetta er óskilvirk Þetta held ég að sé nú reynda meira opinber hlutin ég færði mig fyrir ykkurum árum síðan og það gengur nú alveg bærilega að ná sambandi við heimilislækni með þar en ég hef ekki séð neitt árangusmat á þessari breytingu. Þetta átti að vera eitthvað hliðvarsla þannig að við varum ekki að æða til sérfræðinga beint og dettinu í huga að ef ég væri með brjóstverka þá var ég ætti ég heima hjá hjartalækni heldur ætti ég að byrja náttúrulega hjá annarkvort bráðamóttöku eða reyna að komast að hjá heimilislækninum það hlýtur að með að skoða þess skila þetta einhverjum árangri eða er þetta bara aukið álag á heilsugæslun okkar og heimilislæknina og valdi því að við getum ekki fengið þá þjónustu sem ættum að vera að fá þar Ég heyrði staðhæfingu sérfræðilækna á sínu tíma þegar var verið að taka upp þetta kerfi að svona 80-90% sjúklinga af þeim væru á réttum stað og þetta skipti eiginlega hvort ekki einu máli því að þeir getur þá vísað þeim áfram á hvert er þetta að fara og einingaverði væri nokkuð það sama í heimilislæknunum og sérfræðingunum. Þetta væri ekki stórfelldur kostnaður fyrir kerfið. En við erum með tvöfaldan kostnaði í dag. Ég þarf fyrst snertingu í heimilislækni sem fær sína greiðslu og svo til sérfræðing sem ég væri væntanlega í 80% tilfella á réttum staði ef þið fari beint. Þannig að þetta er það bara algjör peningasófin í kerfinu og heimilislæknirnar er kiknundan álagi erfitt að manna þessar stöður það hlýtur með að skoða svona af alvöru, gerðum við mistökurna eða við endur skoða þetta Já, ég bara þekki ekki inn á þetta veist, maður getur eitthvað bladra hér ábyrgðalaust auðvitað en ég hef alltaf já, maður er svolítið gert þetta annars svo sem nú er algjörlega frjálsa skoðurinn sínum en einhvern veginn hef ég alltaf tilfinningunni að menn séu alltaf að fara til læknis af óþörfu það er bara, menn maður ekki fá kvef eða skeytustík þá eru að fara til heimilislæknis hætti því að flens, þú bara afplánar þetta og þannig að ég held að sé allt of mikið að því að menn séu að tröfla vinnandi fólksvæðsaktir. Já, klárt. Slúta stjórnmálaumræðinni, Brynjar, þú komst aðeins inn á þetta í byrjun þáttar, en þið þekki báðir þingheim vel. Hversu mikið áhyggjuefni er þið fyrir hlustendur og þjóð að hvað er mikið af reynslu litlu fólki á Alþingi sem er að mæta í stjórnarmeirihluta? Já, það er nú ekki gott ef það er mikið af því í stjórnarmeirihluta. Er það ekki þannig? Jú, það er ekki gott þegar svo er Annars hef ég kannski ekki alveg neitt sérstaklega, mikla áhyggjur því að sem ég skipti máli er bara einhver substans í fólkinu sem er að koma, Já. Það er að segja eitthvað íslensku gæði eitthvað. Já. Það er að segja að þetta er fólk sem hefur einhver gæði í því að gera eitthvað, stendur fyrir eitthvað, skilur þetta, ég meina, mín reynsla er svo að vinnan þetta fer fram í þessum nefndum og þeir sem eru vel undirbúinir skilji að hafa þetta alltaf bara mest áhrif því hinn verða bara farþegar og þannig að þeir sem eitthvað stöff er í, þeir geta verið svolítið áhrifamiklir í því en ég hef þetta bara áhyggjur af því að þingið þróist þannig að þetta verði bara svona eitthvað fólk sem hefur gaman eitthvað félagsstarfi og hefur eitthvað skoðanir en kannski minna innihald Já.
á sig ég ætla að fara að móðga nokkurt mann sko en hérna það er ekki opnaði vinnuna Nei, að vísu ég mjög duglegur í því en það alltaf ef þú hefur eitthvað skoðanir þá verður einhver móðgað sko. Þannig að það er langt best að hafa enga skoðanir margir gera það margir gera það í pólitík, passa sig að segja ekki neitt og hafa enga af svona ákveðna skoðun sem gæti eitthvað verið ósammálaður því þá skapar það óþægindi en það þýðir ekkert að vera í pólitík þannig en það er auðvitað skiptir máli að menn svona hafi slíka getu að geta sett sér inn í mál, flókin mál. Ég mætti að því ég var í efnahags- og viðskiptanefnd 2013-2016 þegar var að gera samningunum í slitabúið og afnema höftin. Ég sagti það að frumvarpið sem kom inn þarna, það var alveg hrikalega þungt og mikil vinni þessari nefnd. Og við sátum eiginlega bara myrkrar á milli og hérna að reyna svo að laga ef maður fannst eitthvað ekki nógu gott í þessu og fá skýringa. Ég held að menn á Seðlabankanum bara komið daglega til okkur á tíðanferði og úr fjármálaráðuneytinu og ég veit ekki hvað og hvað. Já. Þannig að það er ekkit, ég er ekkit vissum að sko, það skipti allar máli að í nefndinni sé þá allavega fólk sem hafi skilninga á þessu sko. Já, Þorsteinn, nú þekkir þú ágætlega að koma inn sem bara, nýr þingmaður. Skiptir það miklu máli að hvað maður lengi að koma sér í hlutina? Sko, Þú varst aldrei þingmaður, varst ekki bara ráðherra? Nei, ég var þingmaður liðlega 3 ár. Ég tók nokkra vikur sem ráðherra og svo þingmaður þá eftir snembúnar kosningar. Sko, mér fannst þetta var má segja, byrjaði öfum endan alltaf þegar ég fer í ráðuneyti án þingreiðslu. Það fann ég þegar ég kom sér inn í þingið í stjórnarnarstöðu að það hefði verið mjög gott að hafa haft þingreiðsluna áður. Það var bara, maður kunni ekkert á hvernig þingið sjálft bara fungeraði í hvað sé bara etikettinu, hvernig ráðherra getur best unni með nefndunum og svo videre. Bara mann vantaði skólun í því og maður læriði heilmikið inn á það síðan þarna á eftir. Það tekur ekkert rosalega langan tíma að koma sér hins vegar inn í á fyrsta viti ertu komin ágætlega inn í hvernig bara þingi fungerar. Leikilatriði eins og bara hvað hefur fólk til málun að leggja, hvaða reynslubrunn hefur það. Nú þingið ekki einhvers konar menntastofnun. Bara, við vonumst til þess að fólk komi inn með einhvern raunverulegan bakgrunn til þess að geta látið gott að segja leið á reynslu innan þingsins. Þetta er ekki staður sem þú mætir inn og auðvitað öðlastu heilmikla reynslu og þekkingu á samfélaginu en vonastu þetta til þess að þingmenn séu líka koma inn úr ólíkum áttum með ólíkan reynslugrunn sem nýtist í þinginu og það er auðvitað bara er það eins og fólk misjafnt, það er auðvitað ágefni til lengdar hversu hröð endurnýjun er á þingmönnum og þetta er búið að vera alveg frá hruni. Það er búið að skipta út nána svona plus mínus helming þingmanna í hverju einustu kosningum síðan. Það er ekki gott. Það verður svona lítið stofnanaminni í slíku þingi til lengdar. Það er ágefni líka, það hallar töluvert á þingið í samskiptum við framkvæmdavaldið þess að löggjafarvaldið liggur svolítið þungt hjá framkvæmdavaldinu. Þess að frumvörp koma vel mótuð af hálfu ríkisstjórna inn í þingið og það þarf eins og öfluga þingmenn til þess að spotta þá ef að þeir verið að gera eitthvað mistök og geta virkilega lagst í þá vinnu sem þarf að gera, hlusta á og fara í gegnum þær umsagnir sem eru að koma inn og lagfæra þá sem það þarf að lagfæra og hafa þá bæði hrygg til þess að taka á málum ef það er eitthvað ósetti við framkvæmdavaldi hvað þetta varðar en bara þekkingu til þess að koma þar að liði. Ég veit ekki hvort að þetta þing sé eitthvað öðruvísi heldur en fyrir hvað þetta verða. Það er mikil endurnýjun, það er alltaf til trafala til að byrja með allavega en svo er bara að sjá hvernig það slípast til. Ein stutt á þig, Brynjar, það er mikið búið að tala um aðstofamenn ráðherra, þú þekkir það nákvæmlega góðvinni þáttarins, finnastur landsins Jakob Birgisson, hann er orðinn aðstofamaður dómsmálaráðherra, frábær náungi, hversu miklu máli skipta aðstofamenn ráðherra? Eða má maður bara velja félaga sína kannski? Já, mér finnst að skipta miklu máli í ráðundis og dómsmálaráðuneyti sem eru auðvitað bara fagráðuneyti. Hún hefur náttúrulega sjálf heilmikla þekkingu sko.
og er með lögfræðing með sér líka. Einmitt. Þannig að ég ger ekki aðsvöld að hafa góðan vinsinn eða eitthvað svona fyndna mann með sér sko. Það er ekki bara geðið? Það er bara ágætt, ég ger ekki aðsvöld það. Þess vegna fekk Jón þig eða ekki? Nei, það er mikill miskilning og ég sé fyndir og skemmtilegur að einhvern getur haldað það. Ég var sko... Skemmtilegri fílupókum sem það... Já, ég var mjög leiðilegur við Jón og frekur við hann og ég var ekki mikið skemmtiatriði fyrir hann sko. Nei. Hversu samstillt, sko, ég er nú ekki búin að fylgjast lengi með Alþingi, strákar, en er þetta ekki samt einn öflugasta stjórnarandstaða sem við séð lengi? Sjálfstæðarflokkur, Miðflokkur og Framsókn, dálítið svona... maður sér fyrir sér fyrrverandi forsætisráðherra ekki lengur tvo allavega núna Bjarni farinn þetta ekki sammála því Þorsteinn? Er heldur öflug stjórnarandstaða? Það sem er kannski landslagið breytist náttúrulega að detta 2 flokkar út af þingi það eru 6 flokkar út af þingi núna í staðan fyrir 8 það einfaldast strax myndina en auðvitað er bara töluverður samhljómur meðal stjórnarandstöðuflokkarna sem ættu þá ekki að eiga erfitt með að stilla saman strengi. Þannig að þetta gæti alveg orðið býsna reffileg stjórnarandstaða sem þessi ríkisstjórn mætir. Þannig að ég held að það sé alveg viðbúið. Já, þá kemur bara síðan spurningin var þetta Brynjar mun ríkisstjórnin höndla hitann og halda út kjörtíðanbili? Mér heyrist það bara formenn flokkar að sé svo ákveðnir í því þá ef þeir eru ákveðnir í því þá gera það bara. Já. Alveg sama hvað ágengur. Já. Þannig að það kann að vera bara ýmis vesen, ég meina vinstritjum frá 2009 til 2013 hékk út kjörtíðanbíl og þetta var allt í rúst allan tíman sko. Já. En mikið gleyma því, það er hægt að hanga. Já. En það verður ekkert gaman að fara í kostingar eftir 4 ár ef allt er í háalofti og ekkert að stefnumálum flokks fólksins náði því ekki fram. Þá er ósað erið fyrir þann flokk að fara í kostingar sko. Já. En ég hef aldrei litið á þessu flokk heldur, ég hef alltaf litið á þessu einkafirma Ingu sem stofnaði í eldhúsinu hjá henni og þetta er auðvitað ekki flokkur í eiginlegu skilningi. Nei. Hún ræður og rekur menn hist og her og ég held að þetta gerist hvergin einum öðrum flokki, þannig að þetta er ekki hefðbundur stjórnmálaflokkur. Nei. Þannig að ef hún ákveður það að halda þessu áfram, þá verður þetta bara áfram og svo bara rekur hún hina. Þessum er með múður. Þetta er ekkert vesen. Þetta er ekkert vesen. Það er svona gott að vera með stjórnmálaflokkur bara að reki alla sem eru með eitthvað múður. Já, algjörlega. Það er ekki allir formenn sem komast upp með þetta? Nei, þetta er mjög sérstætt, þess að það hef ég alltaf sagt, þetta er ekki pólitískur flokkur, þetta er bara einkafirma. Nei, þetta fólk sem kaust á það þarf að stíga fram, finnst mér. Nei, ég meina, þegar þú ert með halva þjóðina ellilífeyrisþega og öryrkja, þá þetta máttu líklega og býður fólki 100% kaupa eitthvað, þá máttu búist í því að þú fá svolítið atkvæður. Sko. Þetta er nú ekki flóknar en það, sko. Nei, það verður gaman að sjá hvað gerist í næstu kosningu. Já, ekki spurning. Hættum að tala um pólitík. Já, eru að skoða fyrir þann gana, Birgir? Við munum örgulega að tala um aftur. Já, hann seitlar úr húnum, en Ísmynd eru nýju vinir okkar, einföld og ódýr leið til að kaupa rafmyndir. Já. Við erum með 2 Bitcoin sérfræðinga en það. Já, jú, það er nú einmitt næsta umræðefni, ég ætlum að taka hálftíma það. Nei, en ég ætla bara að segja ykkur smá raunsögu, þetta er saga vinum mínum og þessar sögur er ábyggilega óteljandi en hann sem sagt átti eitthvað Bitcoin og geymdi það í veskinu sínu og var alltaf að stæra sig að því hvað hann búin að eiga þetta lengi og hvað þetta veri örugt og alltaf á einhverjum aflæðsreikningi þarna nema hvað einn daginn þá virka 12 lykilorðingi og veski sem hann notaði erlendis var búið að loka á Ísland sem þjónustuðaðilega og hann var alltaf gott að segja því að þetta væri það væri að borga svo lágt þjónustugjöld bara ég veit ekki hvað sko ég spurði hann bara, akkur ekki Ísmynd þú ert að borga 0,25% í þóknun per viðskipti og þetta er bara íslensk síða sem skráir inn með rafrænum skilríkjum ekki einhverjum 12 óþekkjanlegum orðum bara langþægilegast sammála þeim Ísmynd já geta þið tala latínu ég var að skilja þetta en svo er hitt, það er náttúrulega auðvitað klakinbrýna, það er nú skiljanlegra sko ég held að þetta gæti orðið ár klakans 2025 auðvitað nýgengi í garð ég er í litlum bútvar núna ég er í aðhaldi já, kannski kom tíma og ég ef við ætlum að hafa gaman já, gjör það svo vel endilega gríftu einn já, gjör það svo vel þetta er hljóð sem mér líka vel við já, með það já, kannski nýtt tekja verið og nefnir þá líka Dokkobit lefið að
hella í glasi. Brynnu þeim aðeins. Dokkobit. Allt annað líf. Ekki, já, ég vissi það. Dokkobit, ég notaði síðast í dag, Birgir. Sko, rafrænar undirritanir. Já. Bara þvers og kruss á landið. Þarftu ekki að prenta út pappíra og þægilegt láta eitthvað skrifund. örugt, getur notað símanúmerið eða netfangið og græja þetta bara 0-1. Það þetta bara ótrúlega tímar sem við lifum á. Já. En við erum komin í vinnumarkaðslíkani. Já, komið að því. Þorsteinn, þú varst alltaf gengin út frá okkur síðast áður en það byrtist pistill á samstöðinni eftir Gunnarsmára. Hann leysa ánæði sinni með hvað ég sagði. Það var svo kampakottur. Það var sammála mér í einu og þetta gerir á fyrir. Fyrirsögn í þeim pistli var vill gefa sáttasemjara völd til að blása verkvöld launafólks. Þurfum við að breyta vinnumarkaðsmódel á Íslandi sem allra fyrst? Já, þetta ættir raun og vera fyrsta forgangsmál okkar í efnahagsmálum. Nákvæmlega. Þetta er svo, hvað ég segja, þetta gæti ekki verið mikið augljósara vandamáli sem við erum að glíma við og það er hægt að langstærstum hluta í það minnst að skýra efnahagslegan óstöðuleika okkar síðastliðin 30-40 ár og reynar áratugina þar vandan líka af vinnumarkaðslíkanu. Við erum búin að ljúga því að okkur að eftir þjóðarsáttina 90 hafi þetta bara verið í lagi og við erum búin að hækka laun næstu því á tvöföldum tækti á við nágrannlönd okkar og við erum með tvöfölda verðbólgu. Við erum bara fengið nákvæmlega þá niðurstöðu sem var viðbúið með það sem hvernig við sömdum og lykilatriðið er bara veikleikar líkansins sjálfs. Sátta sem er að hafa engin úrræði til þess að það er ekki verið að tala um að taka verkfallsrétt af fólki heldur fyrst og fremst bara það sé hægt að fresta og það sé hægt að styrkja miðlunartillögur og annað þess háttar. Það er klárlega eitthvað sem þarf að klára, það þarf líka að finna hér leið til þess að binda saman hópa með einhverjum hætti þannig að þessu höfrungarhlaupi linni. Við erum í nákvæmlega sömu umræðinu aftur og aftur í hverju einustu kjarasamningslótu og eins og Brynjar kom inn á áðan. Svo þurfum við að sprauta 80 milljörðum af skattfé til þess að ná sátt kjarasamninga sem í grunninn er ekki að skila okkur þeim efnahagslega stöðuleika sem við erum að leita. Það er náttúrulega orðið algjörlega fjarstæðukennt. Þannig að einhvern meginn þurfum við að ná, og það gerist ekkit með valdbóði heldur af hálfu hins opinbera. Vinnumarkaðurinn verður að ná saman þetta sín á milli. Það verður aldrei neina ríkisstjórn heldur sem þú að hjóla í verkalýðshreyfingunum og reyna að vængstífana með einhverjum hætti og það er heldur ekkit heppileg. Hér Norðurlöndin hafa öll náð að semja þetta sín á milli. Við hljótum að geta gert það líka. Við náðum því ekki með núverandi hugsunarhætti í verkalýðshreyfingunni. Glemtu því bara. Það er tvennt sem var sem ég sagði þegar ég byrjaði á þingi 2013 við formann flokksins sem ég teldi mikilvægustu atriðin í stjórn þessa lands. Það væri það að laga lögin og setja fyrir á vindilur og vinnumarkaðinn og hins vegar að hætta því að útvista pólitísku valdi til umboðslaust út í bæ. Af því þetta mun bara koma í baki okkur einhvern tímann. Það var tvennt sem ég sagði og ég reyndist sannspár í þessu. En þegar þú segir laga, hvað áttu við? Já, þú verður auðvitað bara, þú semur einhver laun. Það er einhver samningur. Og svo segja menn bara, heyrðu, ég ætla bara að krefjast 20% launa eitthvað. Útlendinskreinar er ekkert að standa undir því, bara þannig. Og þá er beitt verkfallsréttur sem er auðvitað bara einhver neyðarréttur í hugsun í upphafi. Já. Það sem þú hefur ekki, kaupmátturinn hefur ekki dregið saman, en þú ætlar að auka hann. Og svo bara beittur verkfallsvopnum til þess, þú knýr þá útgjöld ríkisins til þess. Þetta fáum við allt í bakið. Ef þú ert að semja meira heldur en atvinnulífið er að skapa í aukningu frá síðustu samningi, þá ertu að búa til verðbólgu. Þú ert bara að pissi í skóinn. En fólk er alltaf í einhverju réttlætis bara. Þetta er bara réttlátt laun. Það er réttlátt með þetta. Það er réttlátt með hitt og þetta. Og þetta er svo erfitt. Og svo hafa menn ekki úrræði, svo taka menn bara setja bara á verkfall og ríkissátta sem er bara algjörlega
sko valda laus, svo bara heldur þetta áfram, verkefnisfólkrótin reka þetta bara áfram, engri sáttendilega við félagsmenn og svo, klappa menn, við náðum okkar. Já. Svona hefur þetta bara gengið, þetta var allan tíman millir 1970 til 1990, endalaust höfrangarhlaup í þessu og við lærðum ekkert að reynslinni og svo ætlum við núna að fara aftur í þetta. Við sín stefni í það. Já. Og ég hef bara verulegar áhyggjur af þessum hugsunahætti. Mér finnst verkalýðsfélögin líka og ASÍ farin að skipta sér alveg ótrúlega mikið og reyna að hafa áhrif á pólitíkina í landinu. Í staðinn fyrir að gæta bara hagsmunna með sér ASÍ bara þvert á hagsmunni þeirra félagsmanna sem venjulega flestur úr einkageiranum, að þeir bara heimta það að ríkisvaldi sjá bara um allt. Það má ekki vera öll þjónustu í heilbrigðiskerfinu og félagskerfinu vera ríkisrekin. Þetta allt einhvern veginn mjög furðuleg pólitík sem bara rekin þarna. Og ég held að þetta mun bara skaða launamenn til lengri tíma. Já, saman að því, Þorsteinn. Já, sko, kannski aðeins bara með þennan pólitíska vinkil þetta eru nú ósiður sem að kannski byrjar af einhverju viti með þjóðarsáttinni sem var samt tiltölu stuttur aðgerðarlisti þá í sko algjöri efnahagslegri neyð þar sem að farið í ákveðnar aðgerði hvernig ætlum að ná utan um peningamálin og raun og veru var þar gengið alveg ótrúlega langt að ég vil segja bara nánast að afhenda lyklana stjórnarráðinu til aðeila vinnumarkaðarins til þess að semja hvernig efnahagslegu stöðuleiki yrði endurheimtur. Var það rétt eða rangt, sko, það tókst í þeirri lotu og það var samið á skynsumum nótunar sem að skilaði því að við komumst úr liðlega 20% verðbólgu þá held ég þegar samningarnir eru gerðir niður í verðlagstöðuleika held ég okkur 18 til 20 mánuðum. Gekk ótrúlega hratt niður verðbólgan þar. Og við heldum verðlagstöðuleika nokkur ára eftir. En vandinn hins vegar þessi listi byrjar svolítið að lengjast og hann enn að lengjast. Og það náttúrulega mjög skýrt í lögum stéttarfélög og vinnudölur að það bannað að beita verkfallsvopni í pólitískum tilgangi. Og kjarasamningar með ekki verða sko, pólitískt verkfæri fyrir hvorki atvinnurekendur stéttarfélög að knýja á sínar kröfur gagnvart sko, pólitísku fyrirkomulag þetta samt verið að gera sko. sem alveg rétt sem verið að gera og þetta stjórnmálamenn eiga ekki að skipta sér að kjarasamningum og stéttarfélög, þau eru vissulega þrýstiafl eins og hvert annað í samfélaginu og hafa sjálfsögðu fullt frelsi til skoðana á því sem þingið að gera hverju sinni sem umsagnaraðilar. Ekki að taka það svo inn í kjarasamninga viðræðu sína og segja að þið verða að breyta þessu eða hinnu til þess að við skrifum hér undir kjarasamninga. Vinnuveitendur eru þó ekki einu svona aðilar að þeirri deilu og það eiginlega grundvallaratriði. Þegar við setjum við samningaborðið þá verðum við að geta leyst deiluna. Við getum ekki setið bara að segja hvað ætlar ríkið að gera og hvernig fáum við síðan að fara að ræða hér einhverja prósentur og launahækkanir því að eftir að klára hér einhverja breytingar á velferðarkerfi og svo framvegis. Þannig að þetta ósiður og það þarf einhvern veginn að gera það fyrir þetta. Þekkist einhvers annars það, veistu til þess? Ég held að sé hvergi í þessum nefnum líkindum við þetta. Auðvitað má segja, ef að hortir til gamalla tíðar verkfallsréttur, þegar grundvallar réttindi vinnumarkaðarins að mótast þá þau náttúrulega tekin á hnúanum, getum við sagt. En við erum að tala fyrir 100 árum síðan. En þetta allavega klárlega eitthvað sem verður að breyta. Hitt svo bara gagnvart efnahagslegum stöðuleika þurfum við að herða vinnumarkaðslíkanið okkar. Hinn Norðurlöndin fóru öll í gegnum svipuð vandamálu við leystuðu fyrir áratugum og okkur hefur ekki ennþá tekist að klára þetta verkefni hér. Það bara 3 áratugi síðan sko. en sko, málið þetta bara í þessu að pólitíkin hefur ekkert þorað að taka á þessu. Það hefur ekki verið pólitískt afl eða kjarku til þess. Nei. En við tölum þá gjá sem var í fyrirhandi þessari sem var að láta störfum núna lífskjara samningandi góðu. Já, maður horfir bara eins og að virka það einhvern veginn, það var engin leið að ná einhverjum sameinlum einhverju góðri málamilum þar, sko, þegar ég horf á þetta að því við tölum forystu verkalýðshreyfingarinnar að auka valdheimildir
ríkisáttasemjara og hvort það sé að vera gerast. Myndi Inga Sæland ekki fyrirleggjast niður dauð en að hleypa því í gegn til að mynda? Bara hef ég aldrei heyrt Ingu talaði vinnumarkaðslíkani, þannig að ég átta mig ekki á því. Ég hef hún ekki haldið bara sömur aðeins alltaf tíð frá hann byrjaði. Ég man ekki eftir annarri ræðu. En sko það sem að leikur í augum uppi í þessu er margreint bæði hjá hinum Norðurlöndunum. Við erum margt með mjög sérstakt vinnumarkaðskerfi. Það er mun meira, mun veikara skipulag verkalýðsfélagi í vel flestum löndum í kringum okkur öðrum heldur en á Norðurlöndunum og Þýskalandi. Og þar hefur þetta miðstýrða vinnumarkaðslíkan verið við lýði. Sko þegar hort á Norðurlöndin, ég myndi alltaf standa vörðum þetta kerfi að þýlitinu til að það hefur skilað miklum jöfnuði á öllum Norðurlöndunum. Það hefur líka náðu eitthvað með að standa vörðum samt ákveðin sveigjanleika í vinnumarkanum og þetta hefur verið frjáls og opin alþjóðleg hagkerfi sem hefur skilað gríðarlegum kaupmætti fyrir íbúa sína heilt yfir. Þannig að þegar tekur Norðurlöndin öll með tölu í topp 10 þegar kemur að landsframleiðslu á mann, tækniþróun, alþjóðlegu fyrirtæki, telli upp langar list af efnahagslegum árangri Norðurlöndin og Ísland er þar ekki eitthvað langt á eftir. Þvert á móti við erum þar fremst í flokki. Þvert á það sem oft mætti ráða af umræðinni hérna. Landsframleiðsla mann er hér gríðarlega há, kaupmáttur er hér mjög hár, jöfnuður er bara með því mesta sem þekkist í heiminum. Af hverju þessi óstöðuleiki og þetta ósetti í kringum það að reyna að ná bara stöðuleika í kringum þetta vinnumarkaðslíkan er svona mikið, það skil ég ekki. Því að við sjáum á hinum Norðurlöndunum eru það að ná mjög sambærilegum efnahagslegum árangri og við, en munurinn er sá að það er við miklu lægra vaxtastig, við miklu lægra verðbólgu viðmið. Ég held að það sé alveg ljóst að við erum ekki að fara að kenna hinum Norðurlöndunum hvernig ég semja. Við ættum mögulega að kíkja til þeirra og spyrja hvernig hafið þið náð að skila hér svipuðum efnahagslegum árangri í sambærilegu vinnumarkaðslíkani, er við miklu lægra vaxtastig og miklu lægra verðbólgustig. Hvað getum við lært af ykkur? Og við vitum alveg hvað við þurfum að gera. Búið að skrifa þetta fleiri hillumetra af skýslum, en það verkalýðshreyfingin sundraðist í ágreiningi þetta þegar Salig verðarna voru á sínu tíma. Núverandi fórusta komst til valda. Það er spurningin nú er formaður BHM held ég að kalla eftir endurskoðun á vinnumarkaðslíkani. Gott og vel, ég held að það megi bara fagna þeirra uppástungu, en það er þá bara væntanlega setjast niður og hvað er það sem er frábrugðið hér samanborið við hinn og Ég held að bara náist engin árangur þessu Þorsteinn vegna þess að þetta fólk er í pólitískum skotgröfum. Því miður. Það er bara þannig. Já. Sko, eitt sem að ég held að margir bara átta sig ekki á, það er að þetta fólk sem er við völd í stéttarfélögunum, það er kannski með eitthvað 5-10% kjörsókn á baku sig, ef þeir ná því. Já, svona 8% oft sem greiða atkvæði. Ekki. Og þau stjórna landinu? Nei, ég myndi ekki segja að þau stjórna landinu en þau verkalýðshreyfingin er gríðarlega sterk og hefur mjög mikil áhrif. Sko, það er ekkert athugavert það að hafa öfluga verkalýðshreyfingu, lýðræðishalli innan hennar eða þetta vandi félagsmannana. Ég veit ekki hvað það er sem veldur því að fólk hefur svona lítinn áhuga á starfsemi stéttarfélagana sinna. Það kann nú vera svona, já, getur nú verið það. Þannig að þú hefur ekkert það að segja hvort það er þarna eða ekki og margir áttast ekki einu svona á því hvort eða í hvaða stéttarfélagi þeir eru í. En það er ágefni því að þetta er þá lítill lýðræðislegur styrkur fórustu verkalýðshreyfingarinnar er ekki mikill, getur við sagt. En það breytir ekki ábyrðinni að þarna eru aðilar vinnumarkaðarnir sem bera ábyrð sameiginlega á efnahagslegum stöðuleika. Við efnahagslega regluverk getur við sagt eða reglurnar í kringu það bara sem ekki frá framleiðni og verðbólgumarkmið, þetta er ekki flókið. Þetta er það sem öll nágrannlönd okkar virðast geta gert. Og áhættan af því að semja of lágt er áhættan af því að verðbólga verði lægri heldur en að við gerum ráð fyrir. Sko, ég veit ekki hvert fórnarlambið er þá. Nei.
Sko eitt, við erum En áfram akkur erum við já. sikkur flokknum? Getur við svarað? Nei, ég held að hlustendur skilja það ekki Já, það er reyndar ýmis mál sem við getum tekið þannig að þið myndu útskýra Það er eitthvað sálrænt bara Þú ert alltaf velkomin Brynjar. Helviti ríklegt Sko, talandi vinnumarkast líka mér langar aðeins að taka opinbera starfsmenn Þorsteinn kom aðeins inn á þetta áðan fíllinn í herbygginu og allt það Sko, okkur langar aðeins að ræða þær ólíku aðstæður sem annars vegar opinberi starfsmenn hins vegar starfsmenn á einkamarkaði búa við Sko, opin spurning til eitthvað beggja var það ekki örugglega þannig í gamla daga að það voru lélegri laun hjá ríkinu en betri fríðindi og í dag eru þið bæði með betri laun og betri fríðindi er ekki bara best að vera opinberi starfsmæður, Brynjar? Ég bara er ekki nóg vel inn í þessu, ég hugsa að Þorsteinn sé nú betur inn í þessu heldur en ég en hérna vissulega er sko já, nú man ég að það þriðja sem ég talaði með Bjarnar Bendi í byrjað þingi að það er að laga lögin og réttindu skyldur opinberra starfsmanna. Ég man það núna að þjóð minnist á þetta og hérna þetta er nú orðið bara eitthvað steinaldar fyrirbæri þessi lög í dag og menn hérna að reyna að segja upp einhverjum húsverði í dómstól það var ekki hægt að meira áttar aðgerðum út á lög og réttindu skyldur opinberra starfsmanna ég held að menn verður þetta bara samræma, það er engin munur á því hvort þú vinnir hjá ríkinu eða enga eða nema þú sé bara einn aðstu embættismönnum ríkisins Já. En þetta lög gildi bara alla þetta bara einhver tímaskekkja dauðan og hérna þetta er bara hluti af þessu vinnumarkaði og hérna og þetta er bara almennu vinnumarkaður meira og minna þó vinni á ríkinu þannig að menn hafa ekki heldur haft pólitískt þreki að laga þetta Nei, og ekki er samfélkingin að fara að gera það eitthvað Nei, ég held að þessi ríkisstjórn fari aldrei í það og ekkert að þessu þeim er ekki fara neitt heldur í alþjóðlegri vernd eða í neinu sem þarf að gera Nei. Þannig að ég bara hef enga trú á því að þeir ná neinum árangri í ríkisfjármálum í útgjalda draga úr útgjöldum og hagra því miður En Þorsteinn, þarf ekki að breyta því að það sé lang besta giggi að vera opinber starfsmaður Auðvitað viljum við hafa hæft fólk hérna hjá henni opinbera eins og annar staðar hérna, það er eins og engin rök fyrir því að það sé ykkur sértækar réttindi það gleymist alltaf líka í þessar umræðu við erum hagkerfi sem hefur eiginlega alla tíð verið ekki verið lítið atvinnuleysi sem þýðir að gríðarlega stórpartur launamyndunarinnar er á endanum bara launamyndunin regulerast í gegnum samkeppni starfsfólk. Það verður aldrei eitthvað mikill launamunur milli vinnumarkaða opinbers eða almenns ef að það er launaskrið á almenna vinnumarkaðnum þá leiðir það á endanum yfir á hinn opinbera og öfugt. Þannig að þetta er þessi ótti verkalýðshreyfingarinnar við einhverja svona hliðvörslu getum við sagt er bara óþarfur og það er engin rök lengur fyrir einhverjum sértækum lögum sérréttindi opinbera starfsmanna. Það á ekki að vera erfiðara að segja opinberum starfsmannu upp heldur starfsmannu á almennu vinnumarkaði. Það gleymist bara oft í þessu, það þarf að vera hægt að stjórna þeim einingum sem verið að stjórna hvort sem það heiti fyrirtæki eða ráðuneyti eða opinber stofnun. Þar getur komið bara upp stað þar sem að fólk bara passar ekki inn í þá skipulagsheild sem þú veist með. Eða það bara draga úr. Eða það bara fækka. Það þarf að vera hægt að segja upp fólki án þess að þurfa að ráðast í ykkur meiri hátta skipulagsbreytingar, niðurlagningu, heilu sviðana eða eitthvað formið ámenningar. En menna Reykjavíkurborg, þeir alltaf hægt að ráða fólk á óþörfu. Það er ekki frábært. Já, þeir voru þá mikið í því. Ráðningabönn eru nú aldrei sérstaklega heppilega heldur að því að endanum ertu þá býða eftir ykkur nýliðun oft er það hæfasta fólki sem mest að hægt að missa út það þarf að vera hægt að stýra þessum einingum og þessi ótti verkalýðshreyfingarinnar við það að þau opinbera geti stýrt vinnustöðum eins og almenna vinnumarkaðurinn gerir. Ég meina, það er ekki eins og vinnuveitundur almenna vinnumarkaði séu ykkur í fantar og fautar sem að hafa ánaði því að sparka fólki út á guð og gati. Þeir eru að hugsa hag fyrirtækisins, það er ekki hag fyrirtækis sparka mönnum út á guð og gati. Ég held að það sé nú þvert á móti. Það verður að reyna að reka góða mannustefnu til þess að halda hæfu fólki og það er megin áskorun okkar flesta daga að vinnuumhverfið okkar sé gott starfsaðstæður og kjör Já, ég veit að inn í beinið vinnandi fólk
fátt leiðilegur að þetta var það sko. Nei, ég meina þessu umræða bara svo Þetta gömul pólitísk umræða. Þannig að og þetta bara óþarfi og tímabært að breyta Þetta því að þessi andstæðingar, atvinnurekandinn og launamaðurinn. Þetta allt sameiginlegir hagsmunir sko. En við komumst ekki út úr þessu hugsun, bara gömlu hugsun. Þetta andstæðingarnir sko. Fyrirtækin á engum árangri án starfsfólks og það sama á við náttúrulega opinberu stofnanir. Það þarf hægt og gott starfsfólk, það þarf góðan starfsanda líka á opinberu stofnunum og það þarf að vera hægt að móta hann og það skerist mjög lítið. En það er allt of mikið á stofnunum. Sko, Brynja, þú reynda glemdir einu, þú veist að tala ríkisfjármálin, þú náttúrulega glemdi að ríkisstjórnin er búin að nú getur þú sendt inn hagræðingartillögur til þeirra. Þeir eru búin að lesa þetta. Allar þessar tillögur eru löngu til. Ég man eftir mikið nefnd sem Vigdís Hauksdóttir og Guðlaugur Þórgerðu. Það sem alveg að farið hún í saumanaði hvað hægt verið að hagræða sko. Það er ekkert nýtt í þessu. Er þetta ekki frábær hugmynd? Nei, þetta er bara plebbalegt að gera þetta með þessum hætti. Þetta eiga menn bara að taka ábyrgð á sjálfur og fara yfir það til ýmislegt úr fjármálaráðuneytinu í þessum efnum. Þetta er allt til. Allt gogg til þetta allt saman. Og nú er bara ríkisstjórnarflokkarnir sjálfur að fara í þessa vinnu. Ég finnst þetta bara hallærislegt. Þetta er í góðu lagi svo lengi sem við setja ekki á fót ykkur á stofnun til þess að fara yfir þetta. Það er komið starfshópur. Koma þarna örugglega margar fínar hugmyndir eins og Brynja segir að þetta á endanum megin niðurstaðan í samráðsvettvang var nú á sínu tíma stofnanir sem eru með færri starfsmenn heldur en sko 50 eru farnar að eyða verulegum hluta af sínum resursum í bara að reka sig. Þú þarft móttöku, þú þarft bókhald, þú þarft þetta. Tölvudeild. Þannig að það væri kannski ágætis bara grundvallar með að segja Guðlaugur Þórstegn og ágætis skref þarna á síðasta kjörtímabili og það mætti gera miklu meira þessu bara sameina stofnanir, fækka þeim verulega og passa það að við séum ekki að reka neina stofnanir með undir 50-70 starfsmönnum. Kannski loka RÚV og ÁTVR ekki hint að byrja því? Nei, sko við reyndum þetta við Jón Gunnarsson við ætlum að sameina sýslumenn og dómstóla, héraðsdómstólana sem eru margir bara einsmannsstofnanir og við sáum just tækifæri við landsbyggðin í þessu og færa verkefni á milli og stækka einingan á landi og fylgja verkefni með. Þetta fröys allt í þinginu maður. Og við sáum alveg ótrúlega tækifæri fyrir landsbyggðin í þessu sko. Af því að tæknin, sko, digital tæknin gerir þetta kleift sko. Var einhver ekkert ágengt með sameiningu sýslumannina? Nei. Já, það stoppaði í Framsókn. Stjórnarandstaðan var ekki vandamálið. Og þetta er óbóðslega tregða. Og ég sagði bara, heyrðu, að vera einsmanns dómstóll einhvers staðar vestur á fjörðum. Bara einn maður einhvern veginn að dæma, hálfa riddara. Og ég sagði mig, heyrðu, þarna þarf við þetta bara 2-3 dómara, einn héraðsdómstól, 2-3 dómara staðsettir þarna, en þeir geta tekið sko mál hvað sem er. Já. Og þá ertu bæði búin að styrkja eininguna í heimi héraðinu, en þú ert komið einn dómstól, með eina tölvu, bókhald og allt þetta dótar í. Við sáum auðvitað bara bæði myndum faglega styrkja þessa dómstóla, þessar einingar og spara. Já. Það er hugsunum með þessu. Já. En það er rosalega tregðið þessu. Sko. En er ekki vandamálega að þið eru alltaf að vera að tala sameina stofnanir, en það þorir enginn að reka fólk, þannig að það er bara fólki fær bara aðra stöðu annars þar. Já, sko, það er nú fast bara í lögum hvað eru margir dómarar, þannig það er ekki... Já, nei, líka að tala almennt bara. Já, ég meina almennt, ég meina sýslumannsembætti, sko, en þið fengum álagið er höfuðborgarsvæðinu og menn alveg að bíða eftir þjónustu og mönnum fannst hún sein á þessum tíma. Og svo sátu menn bara kannski einhvers staðar á sýsluskrifstofstótt á landi og biðu eftir einhver kem inn, sko. Og við vildum þetta ekki, við vildum nýta alla starfsmenn. Við vildum gera þetta líka með lögregluembættin. Það er ekki bara, lögreglan og Hólmavík bara myndi ekki bíða eftir að kemja bílsli, sko. Og hvað hefur marga vídeóspólur eftir, sko. Já. Og veist, þú segir bara, heyrðu, það er bara verkefni á höfuðborgarsvæðinu, sem allir í klemmu út af, sem menn geta bara unnið þarna. Já. Ég meina, það er náttúrulega... Það þarf breytt á hugsunni. Brilljant þróun, sko, fyrir ríkið eru þetta störf án staðsetningar og langmesta tækifæri fyrir landsbyggðina því að það er hægt að
ríkið gæti verið með bæði þá, ef að segja svona halgert skrifstofahótel sko, hérna, í þéttbýliskjörnum út all land þar sem fólk geti sest niður en geti verið að vinna fyrir hérna ýmsustu stofnanir. Hérna, það ekkert auðveldari í heimi í dag að starfa í fjarvinnu, hérna, poppa nokkur svona mynd til þess að kynnast vinnustanum sínum en öðru leyti bara að vera að vinna úr heimabyggð. Í staðin þarf þessi litlu embætti, það þarf okkur 12 mann og þetta bara hérna svona litlar sjálfstæðar einingar finnst mér alveg bara úrelda sko. Já, sammála því. Já, ekki spurning. Við erum að detta í rittarspurningarnar. Við hefum 2 umræðefni áður að koma þeim. Já, tjóðlega er bara stansi vel maður. Já, heldur betur. Fyrra umræðefni er beint að þér Brynjar og því seinna er beint að þér Þorsteinn. En þetta er að sjálfsögðu búið TM. Já, þegar fólkið þitt vex og þú með því og dafnar í lífinu þá er gott að vera á TM. Réttartryggingar grípa ykkur ef eitthvað kemur fyrir efst í ánægjuvoginni og hjá TM er gott að vera. Ég var einmitt að brunabóta að tryggja mig þar. Vel gert. Vel að merkja. Til hamingju með fasteignina. Já, reyna að koma inn á hann í hverju meinasta þætti. Já. Og svo er það kontaktfyrirtækjar ágjöf, fjármögnun. Svo elsta og virtasta. Já, kaup á fyrirtækjum eða sala, fjárhagslega endurskipulagning. Þá er þetta bara kontaktmenn. Þeir gerir þetta best. En Brynjar, þá vindum okkur að þér. Hversu mikið svekkelsi var það fyrir því að komast ekki á þing? Það var ekki svekkelsi í, ég ætlaði nú ekki sinni frambóð og gerði ekki ráð fyrir að komast inn. Þú varst nú inni heil lengi? Já, ég var farið löngu að sofa og svo að stemma og eins og ég sagði, ég var vanur að fara að sofa inn og vakna úti. Já. En nei, það er ekki svekkelsi í því. Eins og ég segi, ég er búin að reyna að hætta síðan 2021. En kannski tekst mér að núna. Já, sko, það var einmitt næsta spurning. Hvað er á döfinni? Er einhver játn í eldinum? Já, ég er búin að sækja tímabundið starf. Já. Já, í margum tölum hér á Stóttóli. Já. Fá þig inn þar, takk. Það var flott. Já. Bara kannski enda ferilinn þar sem ég byrjaði, sko. Já, það var fallegt. Byrjaði eða beint frá prófborun að dæma í gamla fókitnæðbæntinu sem var dómstóll og stjórnsýslustofnun. Já. Og er ekki ágætt bara að enda ferilinn á samastama. Lokar hringnum. Já, lokar hringnum. Ertu búin að leggja pólitísku skóna á hilluna? Já, ég verð að gera það ef ég verð dómari. Það spilar ekki vel saman. Ég má ekki sem verið stjórnmálaflokki og ég má náttúrulega ekki tjá mig mikið og það er eina sem gerist á fjöldbókinu verið myndir af barnaböndum og ömmu þeirra kannski en hún er við sem til lemmi myndi byrja að byrta myndina henni þannig að ég þóri það ekki og ég býði mikið aga í því að láta fjölskyldunni friði þessu randi mín á netinu sem ég hef staðið svona mestu við. Akkur fékkst ekki að fara í stjórn mannréttindastofnunar? Það hefði ekki farið saman hefði farið á þing. Nei. Þá er komið að Heidelberg umræðu. Þorsteinn, nú ert þú þetta talsmaður Mölnar verksmiðjunar Heidelberg og sem hefur verið talsvert milli tannafólki núna í kjölfar íbúakosningarinnar. Voru þetta mikil vonbrigði? Já, þetta voru það. Við vorum búin að verja 3 árum í undirbúning þessa verkefnis í Ölfusinu og mér þótti leitt að sjá þetta fara svona en þetta er þetta bara neyðust að þá lýðræðislegra kosningar sem þetta ferli var sett í og við bara snúum okkur þá að öðrum valkostum sem eru til staðar. Verkefnið er skemmtilegt. Þetta er heldar fjárfestingu upp á 90 til 100 milljarða, getur skapað eitthvað vel á annað 100 störf þar sem að það kemur niður og það eru fjölmargar aðra staðsetningar á landinu sem kemur til greina. Við einbyttum okkur algjörlega að Ölfusinu í þessar undirbúningsvinnu á sínum tíma en núna erum við bara þá aðeins að fara yfir sviðið aftur og sjá hvaða kostir eru í stöðunni. Sko það var einhver upplýsingaóræði í gangi en það ekki og var þetta mál allavega eins og þú talar allavega þegar íbúakosningin henni var lokið þá eins og þú sagðir í viðtalinu það kom þér ekki óvart að þetta verið niðurstaðan eftir þá upplýsingaóræði sem var í gangi? Nei, þetta er vandamál við svona umræður að ef þú ert þetta er bara já-nei spurning ef að fólk er óvist og það má alveg spyrja sig hversu
gott það að setja almenna kjósendur í þá stöðu að þurfa að fara að setja sig í einhvern dítilum ofan í einhverju atvinnuuppbyggingu, hver eru kosturinnar og gallar og það eru myndi ég segja þetta er það sem allavega þegar maður var kjörinn fulltrúi leita á sem sitt hlutverk það er þetta fulltrúalýðræði sem snýst þetta grundvallaratriði. Borgararnir eiga ekki að þurfa að vera í þeirri stöðu að kafa ofan í einstök mál. Við treystum fulltrúalýðræðinu til þess að taka þær ákvarðanir fyrir okkur. En þetta eru þetta alltaf möguleiki og það má ekki glemma því heldur þetta er ekki bara ákvörðun stjórnmálamanna með einhvern pósitífum hætti íbúar geta líka kallað mál til sín með þessum hætti. Við erum þetta með sambærilega umræði núna í Hafnarfirði varðandi þá verkefni Carbfix. En það er alveg augljóst að í svona umræðu er sannleikurinn fyrsta fórnarlambið. Málin eru dregin í pólitískar skotgrafir. Þetta snýst ekkit staðinnitir máls, þetta snýst bara tilfinningahita í kringum þetta pólitíska skoðanir fólks á verkefnunum. Margt af því sem þarna var sett fram var bara dómadagsvitleysa sem að við svöruðum með rökum en vandinn er að rök og tilfinningar er ekkit alltaf fara ekki alltaf saman. En sko, ein ósökut spurning þannig bara að því að maður velti þá kannski fyrir sér þegar þið byrjuð að fara í þessa vegferð að byggja þetta búta til í Þorlákshöfn þið hljótið að hafa gert ráð fyrir að þetta gæti mögulega orðið niðurstaðan eða hvað? Sko við erum alltaf að byrjum verkefnið og áhugavert að horfa öxlu þetta lítum maður eigin barm og það er fullt af mistökum sem við gerum í ferlinu vannmetum ákveðina þetta verkefnið óks mjög hratt í höndunum á okkur og undirbúningsstigið þannig að það er alveg ljóst að við fórum af stað með ranga staðsetningu með að við stærða þessu umfang sem að ég held að hafi mótað talsvert umræðuna séðan allar götur í framhaldinu. Það er okkar mistök að hafa ekki átt okkur á því bara strax þar en við bröðumst við og færðum verkefnið, kynntum það eins vel og við gátum en umræðan breyttist fjarska lítið og mér sýnist það er aldrei svipuð umræða að vera að mótast í Hafnarfirði. Það skiptir engum máli hvað fyrirtæki ber á borðið að umræðan er áfram bara af sama meiði. Það er verið að dæla þar niður sódavatni eins og margótt hefur komið fram og það er uppmálað sem eitthvað stórkostlega mengandi starfsemi sem maður spyr sig. Sódavatnið er nú hættulega. Ég vil aðeins fá að blanda með þessu vegna þess að mér finnst þetta svo vitlaust hvernig menn gera svona. Þú fylgdist með þessu? Já, sko, fyrstulega er nú ekki bara hrifin að því að það sem verið að spyrja að svona spurninga. Íbúa þá? Já. En ef menn alltaf gera það, sem getur alveg réttlega einhverjum kringstöðum, þá verða menn að berjast fyrir því pólitískt. Ertu að tala bara eins og meiri hluta bæjarstjórnar segja, við teljum þetta mikilvægt og þetta er ástæðan. Ekki bara koma með svona einhverja spurningu, en við ætlum bara að hlutlaus í pólitíkinni. Þið takið ákvörðun. Þetta gerðist með álverði í Straumsvík þegar átt að bæta það á sínum tíma og stækka og gera það öflugara og nútímalegara. Þá fór Lúðvík Geirsson bæjarstjóri hafði enga skoðun á því og sagði, bara látum borgarbúa ákveða þetta. Eða bæjarbúa. Núna ætla þessi ríkisstjórn að fara að segja, við ætlum ekki að berjast fyrir þessu ESB, við ætlum að láta bara fólkið í landinu ákveða hvort við viljum fara. Berjist þið fyrir þessi ríkisstjórn ef þið ætla að fara í þetta? Snöggur að taka Þetta er bara að sama meiði. Ef menn ætla að spyrja fólk í landinu hvort það gangi í ESB, þá ríkisstjórnin að segja, við teljum það mikilvægt og farið þessar viðræður. Menn gerðu þetta í Hafnarfirði, menn gerðu þetta í Þorlákshöfn, alltaf fer þetta í svona niðurstöðu. Þetta er alveg ótrúlega pólitísk mistök að mínu viti hjá bæjarstjórnum. Í Hafnarfirði á sínum tíma og vinni melli þessu. Berjist þið fyrir þessu. Ef þið teljið þetta mikilvægt, þið séu tilbúin í þetta, berjist þið fyrir þessu. Sko Ása Berglind. Ekki saman þessu, erum við ekki saman í Sjálfstæðisflokknum? Já, sko það sem er alltaf snúið fyrir fyrirtæki að taka þátt í pólitískum debatt. Við getum Nei, ég er ekki að tala með þig. Nei, ég skilja alveg hvað átt við og við getum ekkert gert annað heldur en bara, við getum kynnt staðreyndir máls, svarað þeim spurningum sem að okkur er beint, en það við höfum enga stöðu inn í pólitískan debatt inn í viðkomandi samfélagi. Það hefði verið
heppilegra ef að meirihlutin hefði barist fyrir málinu, ég veit ekki hvort það hefði skilað annari niðurstöðu. Fengið svo að spyrja fólki að því að þú hefur ekki sammálaðið sjálfur. En þú færði ekki mótrykkin úr pólitíkinni. Við vorum að mæta pólitískri umræðu úr annar áttinni og það var hljóð, ég segi ekki algjör hljóð, en það var öllu lágstemdara hinum einn. Sko Ása Berglind, þingmaður Samfylkingarinnar, hún talaði að sjálfstæðismenn í Ölfusi væri að breyta Þorlákshöfn í ruslakistu fyrir iðnað sem önnur sveitafélag kæra sig ekki þetta fyrir íbúakostningu sem þetta kemur fram. Þetta umræðu alla atvinnuuppbyggingu, farið bara aftur í tímar sko. Þetta alltaf umræða, þetta var kringum álveri í upphæfi 1965 eða 60, ég man þessi eftir sem barn og láta hana kringum Búrfellsvirkjun sko. Öll svo atvinningin, alltaf kom vinstruhóparnir og börðust alveg gegn þessu og alltaf var þetta ruslakista, mengun og vesen og allt, fundu sér allt til fórætt. Allir atvinnuuppbyggingu hvenær sem var. Já. Sko, áhugavert bara ef við tökum þessi bæði verkefni saman, Carbfix og okkur, til samans, ég veit að Brynjar elskar loftslagsumræðan alltaf, en til samans myndi þessi tvö verkefni kolefnisjafna Ísland. Já. Það er að segja að þau myndu draga úr losun annar staðar, sem næmi meira á hverju ári heldur en heildarlosun okkar. Þetta getur við svo talað um hvernig þetta kerfi allt sem að virkar, þetta telur ekkert endilega inn í loftslagsbókhaldið okkur allt það, en í umræðinu mikilvæga loftslagsmála hjá oft á tíðum sömu aðilum og að rísa gegn þessum verkefnum er dálítið sérstakt að horfa það að þessu ekki gefin hinn minnsti gaumur. Við finnst þetta tvö frábærverkefni bara í þeim heimi sem við erum í dag, hvort sem líka það betur við erum að takast á við loftslagsverkefni þar sem þetta bara skapar okkur veruleg tækifæri til atvinnusköpunar hér á landi og það mætir þá í raun og veru bara nákvæmlega sömu andmælum frá umhverfissamtökum eins og mengandiðin að vera að ræða og það var engin mengun og er engin mengun fólkinni þeirri framleiðslu sem við vorum að kynna. Ekkert var nú ekki sammála því? Nei, því var svarað með ítalum skýslum og rökum og farið vandlega yfir. Það var ekki... Hann vildi ekki bara hringi því fyrst kannski? Það er dýrt að hringja við en það er alveg klárt að niðurstaða umhverfismatsskýsluna fyrir þetta verkefni var bara að hið augljósa voru áhrif verkefnisins, það voru háar byggingar og við drófum ekkert dul á það. Þetta eru stór mannvirki. Já. Þau sjást háar íbúabyggingar sjást svo sem líka það bara sýnir að það er einhvern líf í samfélaginu sko. Ég er alveg upp í iðnaði og ég hef aldrei kippt mér upp í það að iðnaði mannverki sjáist. Ég veist áspyrnu línum þessi fallega sko. En hvað var ánu komað Þorsteinn að hann nú ekki er hlutlaus en hvað er að bak við neyið þarna hjá fólkinu? Það er bara einhver tilfinning sko, að verði einhver meiri umferð og einhver staðar sjá menn einhver staðar óþægindi. Menn er ekkert að horfa á stóru hagsmunina fyrir samfélagið. Eins og hefur alltaf við allir uppbyggingu. Það er einhver fyrir mér, það skekkir einhver á mig. Það má ekki vera nálægt mér og þetta er óþægilegt fyrir mig. Já. Þeir eru ekkert að hugsa möguleika þessa samfélags til að vaxa og dafna og tækifæri sem fylgja allir þessu atvinnuuppbyggingu. Nei, það kemur bara einhver hús Þetta er allt svona. Þú átt ekkert að spyrja fólk. Nei. Þú hefur bara pólitíska forystu við teljum þetta gott fyrir sveitafélagið, skapar ótrúlega tækifæri og möguleika og hætti þessu rausi. Þess að ég mikið stuðnismaður byggingar en í áskoðum. En Þorsteinn, hefðu þið geta bara kannski bara bankað upp á hjá öllum og farið í kaffi og bara útskýrt þetta fyrir þeim að mannamáli? Mögulega hefðu við geta gert betur í þeim efnum, það er ekkert útilokað. Þetta er, við held ég 6 eða 7 íbúafundi söfnuðum saman en kannski hefðu betra að taka þetta bara hinlega maður og mann. Þetta horfum að öxl og við gerðum fullt af mistökum í þessu ferli. Þetta er fyrsta ég farið í gennum kosningar en ekki íbúakosning áður. En það er allavega það má alveg velta vöngum yfir því hvort að þetta sé heppilegt að því að
á endanum verið að taka miklu frekar ákvörðun, það svo auðvelt að hræra upp ótta rík upplýsingur verkefni, hvað sé raunverulega áhrif þessu, hvað ekki. Þetta var eins og bara svo leið sem að var valinn, niðurstaðan leikur skýr fyrir og þá bara okkar að vinna úr þeirri stöðu og kanna aðra valkosti. Þetta var bara sveitarstjórnin afgreiða. Sveitarstjórnin til þetta kannski tvísynd verkefni, kannski viljið þetta ekki. Bara segja nei strax. Það er engin íbúðakosti skefta. En ef þið til þetta mikilvægt og geti eftir félagi, þá þeir að berjast fyrir þessu kostningum úr því þið fóruð íbúðakostningum. Bara berjast. Alveg sem menn áttu að gera með álverið í Straumsvík. Það var sko skipti Hafnarfjarðarbæ miklu máli, þeir hefðu getað bara mistið þetta álver sko. Það munaði bara engu. En ertu sammála Brynjar eða þú hefði viljað svo bæjarstjórnin að berjast meira fyrir þessu? Ef hún sammála þessu, annar bara. Ég hefði kosið það, já. Samstarfið við bæjarstjórnina var mjög gott í alla stæðu. Reyndar, mér finnst mjög gaman að fylgjast með þeirra uppbyggingu sem eiga sér stæði Þorlákshöfn. Það er bara dreifkraftur í þessu samfélagi. Þarna það segir fólk sem þorir að framkama getur við sett alveg óhefja. Já, ég meina, ég get hósa elli að enda sko. Það er mikil uppbygginga í þessu stað. Já, mér hefði þótt að alveg eðlilegt að það er búið að vinna þetta verkefni í samstarfi bæjarins og svo svona svolítið bara hent. Við erum hlutlausir bara og þið sjáum þetta þetta var gengur í gjörn. Líka tíminn og fjármunirnir sem fóru í að vera skipulegta verkefni þannig. Mátt segja það líka bara ef meirihlutin var ekki fylgjandi verkefninu þá hefðu ekki erindi með til þess að byrja með og þá hefðu menn bara stoppað strax ekki 100 milljónum í það. Ekki 2 milljarðar talaðum. En þetta eitthvað sem að það er nú ekki svo Ef launin þín voru bara ég tók náttúrulega 80% af því en það er búið að eyða töluverðum fjármunum í undirbúning, margt að það nýtist náttúrulega bara að vera að rannsaka, þetta er algjör nýjung getur við sagt, er þetta ekki meiri nýjung en svo samt að Sementsverksmiðjan sálu þegar hún var með framleiddi svo kallar faxasemint 1960 sem var með þessum óbergi og þannig að þetta hefur svo sem verið prófað áður. En þetta er mjög spennandi verkefni og alveg óháð þessari niðurstöðu þá bara verðum við að finna því annan stað. Ég verð að spyrja bara að ég var að vitni í Eggert á hann, ég var nú að grínast með þegar við eitt jólunum saman. Það var umhverfismat á því að þetta hefði ekki haft neitt áhrif á þeirra starfsemi, eða eitthvað. Já, það var alveg klárt sko það var lýst menn hefði áhugjur af ríki, titringi og hljóði og það var alveg skýrt að enginn af þessum þáttum hefði skipt neinu máli sko, og nú vorum við bara þétt og góðu samstarfi með þau landeldir sem eru þarna þá sikkur með við þennan reit þar sem við áttum að vera á og gekk bara ágætlega í því samstarfi. Því miður var bara aldrei kalla eftir neinum upplýsingur frá stótur fyrir að kemur ykkur yfirlýsingur rétt fyrir íbúakosningur og með telja þetta allt ómögulegt. Hver ástæðan er að því, veit ég ekki. Ég vona bara hins vegar Þorlákshafnar vegna að þeim bara vegni vel í sinni uppbyggingu því að þetta er bara mikilvæg starfsemi fyrir samfélagið þarna á svæðinu og vonandi að það vaxi og dafni. Já, klart. Já, það komið að riddarspurningunum. Já, síðasti liðurinn. Við erum bara stansins og hetjur. Já, sko ég fór á búlunum daginn og ég var búin að gleyma því, ég fór að tryggja götuna. Já, vel gert. Búin að gleyma því hvað svo elsta og virtasta. Notalegt að geta bara fengið sér súra gúrkur, alla sósur sem þið listir. Þetta er bara til hliðar, þetta kostar ekki daugalega fyrir sósukalli sem mig. Þetta er æðislegt. Fínt að losna það Tóma þingi og bara einbetta sér að börgarum. Hann er svo góður í því líka. Ég veit, hann á bara að vera það. Takk Inga. Já, Inga vil ekki sjá hann. Og svo er það Sútup, það er útsala. Já, Sútup bólolt 4. Sútup.is, það er alltaf 30% afsláttur. Jakkaföt, skyrtur, frakkar, já, það er ekki sem passar á mig þar. Þeir eru ekki með fólki í yfirvikt, það er enginn að hugsa það. Þeir eru bara svona stát Það komum við að riddarspurningunum og fyrsta er til þín, Brynjar. Hvern viltu sjá sem næsta formann Sjálfstæðisflokksins? Spyr Magni Már. Það er afdráttarlaust frá honum. Já, ég er bara mjög sjálfan. Sammála því. Til Þorsteins, af hverju viltu ganga inn í efnahagssamband með hnignandi hagvexti? Spyr Baldur og Bónus. Já,
Það er bara hjóla beint í það. Já. Ég, Brynjar ánum svo spurningu, segi ég. Já, ég hefði spurt að þessu. Það er náttúrulega til langa og stuttasvarið, sko, þetta er mörg ólík hagkerfi innan Evrópusambandsins og mörg þeirra eru hraðvaxta, með þeim mest hraðvaxta í heimi ef maður horfir til síðustu 20 ára. Alltaf verið að bera okkur saman með Bandaríkin, ég held að Bandaríkin er frekar neðarlega á lista yfir hraða hagvaxtar á mann þar í sambúrði við mörg Evrópuríki sem eru þar fyrir ofan, ESB-ríki, Evruríki. Ég vil ekki mörg. Ég hef alltaf sagt fyrir mína parta ég er ekkert blindur Evrópusinni ef við náum ekki ásættunum samningi varandi auðlindir okkar. Þetta var glurun. Já, ég sé nú alveg þennan mikrofón allavega að þá auðvitað göngum við inn mesti ávinningunum sem við höfum að sækja innan Evrópusambandsins umfram það sem við þegar höfum með samningnum er í mínum huga mynd. Alþjóðlega gjaldgeng mynd. Það er alveg sama hvaða árangur við náum efnahagslega, við munum alltaf vera með töluverðan vaxtamun við nágrannalönd okkar, við munum vera með viðskiptakostnað, krónan er eins og vendartollur getur við sagt á innlendar greinar sem að njóta ákveðna vendar eins og bara má segja tryggingageirinn, fjármálageirinn sem fær enga alþjóðlega samkeppni út af henni. Þetta getur við verulega aukið og bætt hagsmuni neytenda með alþjóðlega gjaldgengi. Það eru kostir og gallar við þetta. Þú gleymir göllunum, sko. Já. Ég vil fá að sjá hverju gallarnir eru. Já. Ertu með einn hand okkur? Nei, ég meina, sko, talandi einhverja þjóðir innan ESB séu einhvern veginn vaxandi. Það er Danmörk og kannski smá í Hollandi og that's it, sko. Írland. Já, Írland er nú alveg sérstakar aðstæður. Já. Þeir lækkuðu skattana hjá sér til fyrirtækjana í óþökk ESB og mjög mókaðir yfir því og en svo er auðvitað einhver vöxtur í fátækuðu ríkjónum kannski, en meina stóru ríkin Þýskaland, Frakkland, Spánn, Ítalía, þetta hefur þetta verið bara þrautarganga dauðans og menn hafa algjörlega setið eftir í nýsköpunarfyrirtækjum, þeir eru með íþyngjandi regluverk og fyrirtækin bara verið að flytja starfsemi annað og svo eru menn enn að tala það að það getur við skið sniðugt að fara að inn. Mér er þetta algjörlega óskýrlega. Við erum náttúrulega yfirgnandi meiri hluta með þetta blessaða regluverk. Danmörk er í góðum málum vegna þess að það bara eitt bara risafyrirtæki verður til það, leðafyrirtæki. Annars væru þeir, Svíjar hafa bara, þeir eru ennþá glíma með einhver 10% atvinnuleysi og það er hnignað mjög í Svíþjóð og ég á að segja það getur vel verið Þorsteinn að það getur haft einhverja kosti að vera í svona sambandi, skal ekkert útiloka það, Við erum náttúrulega mjög stórum hlutanum. Nei, það er allt öðruvísi. En ég get alveg sagt við þá í Kúbu að þið myndu stórgráði að vera fylki í Bandaríkjum. Já. Stórgráði. En það þýðir ekkert að bjóða en það. Þeir bara vilja fá að vera þeir sjálfir, bara fullvalda sjálfstæðsþjóð. Það er sama og ég vil vera. Það getur ýmsir kostir á það, getur vel verið, ég geti grætt á það yfir ræðninni, en ég vil samt bara að það sé ekki annar að setja rauði fyrir mig. Já. Ég held að Danir séu nú alveg fullvalda og sjálfstæð þjóð, Já, ég held að líka. Ekki meira en þetta. Þú getur sagt að Arizona og Pennsylvania séu fullvalda ríki, Þeir eru með dómstóla, hæstarétt, þeir eru með ríkisstjóra. En það er bara Washington ræður sem vilja ráða. Og það er sama með þetta, Brussel bara ræður sem vilja ráða. Það kalla ég ekki almennilega fullvalda þjóðir. Já. En allt svona samstarf, ég er mikill fylgjandi alþjóðlega samstarfs. Arizona getur sennilega ekki gengið úr Bandaríkjunum samt. Nei, þau getur þannig ekki. En við getum gengið úr dörrusambandinu, það er kosturinn. En það er helviti dýru verið keypt að kann að vera og það er erfitt. Þannig að ég held að menn þurfi einfallega, ég er mikill Evrópusinni, að ég held að menn þurfi einfallega algjörlega breyta kúrs í þessu, hafa einhverja tilfinningu svona fyrir því, hvernig atvinnulífið þarf að fá að blómstra í samkeppni, gera samkeppnishæfara og ekki vera alltaf einhverju þeir séu alltaf einhverju dygðaskreitingum út allt
sem endan og kostar bara skakkrindur. Fyrsta skrið okkar þar væri náttúrulega bara að hætta þessari blýhúðun sko, í innleiðingunni hjá okkur. Já, það nú eitt. Einfaldast væri nú sennilega bara að hætta að þýða þetta dótalt saman því að við hlöðum alltaf ykkur utan það er góð punktur, bara sleppa því. Nei, ég meina, ég þekki nú þess að blýhúðun mjög vel og að því ég þurfti að kynna mér það. En svo eru við, sko, raunverulega miklu verri heldur noktum en Evrópusambandið þegar á reynir, sko. Og og það alveg við nýtum engar undan þá heimildir við drögum yfir eitt línuna miklu neðar þegar kemur að starf fyrirtækja sem þurfa innleið og allt þetta sko. En við fórum vísu ekki þá leið að reyna að leita inn á sökudólgum ég bara fann að þegar maður var að skoða þetta þá velt mér fyrir hvernig var þetta til af hverju var blýhúðunin til til dæmis í þessu frumvarpi hvernig var blýhúðunin til maður hefur svona grunn þetta fer svona milli stofnana og sem heyrir undir ráðuneytið og maður hefur svona grunn það að bara einhver þar sérfræðingar segja við þurfum þetta og og við þurfum að vera betri en aðrir og flottari en aðrir og svo spyr mig hvað hefur þetta eitthvað kostnaði fyrir mig hefur þetta áhrif á samkeppnisefni það enginn að pæla í því sko að bara við ætlum að vera flottust sko þetta vandamálið með okkur en menn með ekki miskinn mig þó ég vil ekki fara í Evrópusambandið svo það núna þá ég mikill Evrópusinni og ég mikill samstarf og ég mikill alþjóða samstarfsmaður en ég verð alveg að gera það við megum ekki gleyma því að það bara að við vorum að berjast fyrir þessu fullveldi og fá stjórn okkur sjálf að við séum ekki að afsala okkur því svona í mikilvægum hlutum en vissulega sko, eru menn sem að benda á EES-samningi þið takið hvort þið eru en við gerum það sjálfum með lögum sko. við ráðum því, við getum bara sleppt því líka það getur við haft afleiðingar en það geta hinleikin í ESB ekki gert þetta munurinn mér sýnist nú að við sem dregin fyrir dómi hver getur sem við reynum að sleppa þessu þannig að en okkur líður betur greinilega sömum allavega en svo er þessi þróun líka svolítið í Evrópusambandinu að fjórfrelsið menn alltaf tegja sér lengra í þessu sko það var skipta sér á svo miklu sko og þetta alltaf hættan við svona miðstýrt vald en við erum báðir Evrópusinnar ég segi aftur, þú ert alltaf velkomin talað blýhúðuna, það nú einn maður sem stendur öðrum fremur í því að húða hlutina þegar það koma frá Evrópu, það hann Þorvaldur og David Jones sæls það góð húðun það sko. hann byrjaði að húða þér með sour watermelon bræði núna, það víst rosalegt sæls ég hef ekki smakkað ennþá ég er ekki búin að vera það ég er íhaldsmaður þessum efnum ég er meira í kókosbólunum það eru svakalegar og svo það að sjálfsögðu bónusmenn sem að berjast ötugt gegn verðbólgunni í landinu það nú ekki síður mikilvægi póstar en verkalýðsfélögin eiginlega mikilvægra það bara akkurat það ferði bónus vörð gegn verðbólgu það bara þannig látum okkur sjá Orri hjá Frumeri, hann spyr hérna Þorsteinn, myndirðu styðja það að taka upp erlendan gjaldmiðil án þess að ganga í ESB? Sko, þessi góð þetta ágæta spurning og sko, þetta hefur svo margótt verið reynt við það ég hef ekki trú á því að það vegferð sem okkur tekist vel upp með bara Heiðar Guðjóns talaði Svartfjallaland og þeir hafa gert þetta og leiðið þessu sko, fullt af löndum sem hafa tekið upp dollar og þetta einhliða þetta allt til í alveg ágætri skýrslu Seðlabanka sem það hvaða valkosti við eigum í gjaldeyrismálum á endanum byggir þetta á trúverðuleika þeir eru ekki með samstarf við erlenda Seðlabanka þess gjaldmiðil sem að þú hefur tekið upp og þá verður þetta algjörlega á eigin ábyrgð teknilega séð alveg mögulegt bara fylgja sem það hægt það ekki fáránlegt við myndum sprengja það sennilega sem að tekur ekki til það sem er náttúrulega alveg augljóst hvort sem við værum í evru innan Evrópusambands eða með einhvern annan gjaldmiðil einhliða hvað það hagstjórnin þarf að taka miklu meira ábyrgð við ráðum ekki við það við stýrum ekki vaxtatækinu sem slíku, við erum einhvern vaxtafót bara gjaldmiðil sem er okkar vextir hagsveiflur heimsins eru nú talsvert nátengdar og kannski sjaldnæst vandamálið okkar vandamáli hefur nú yfirleitt verið að við erum bara með miklu meiri verðbólgu heldur en allir aðrir hvernig ætlum við að ná tökum á því við höfum eiginlega sprengt utan á okkur allar sjálfskipaðar útgáfur af peningastjórnun og gengisfyrirkomulagi frá upphafi
þannig að ég hefði ekkert sérstaklega trú á því að einhver einhleiðu upptaka myndi fara neitt öðruvísi. Við þyrftum að gera þetta með gagkvæmri viðurkenningu og stuðningi. Já. Mjög gott. Við erum með það samanfloknum. Jói Júl með spurningu til þín, Brynjar, ekki erfitt að vera kóngurinn? Kóngurinn? Nei, það fer mér bara ágætlega að vera aðarsmaður, sko. Hvað er kóngur einn dag? Nei, hvernig var þetta? Var ekki eitthvað kvæði? Ég er bara mjög ánægður, ég vísu ekki kóngur heim hjá mér. Nei. En Drottning þar. Drottningi ræður þar, eins og öllu betri heimilum og Nei, ég er bara ánægður með lífið og tilvöruna og er bara upptekinn núna af barnabörnum og sem ég veist vera lífið, sko, að eignast börn og barnabörn. Annars var maður bara eitthvað einstæðingur og fátæklingur, sko. Já. Við erum með, ég taka nokkrar af því núna, Brynjar. Ólafur Atli, hann spyr á hverju eru það hörðustu hægri mennir alltaf sem að merksjúga kerfið? Ja, hvað mest? Ólafur Atli með þessa. Ég byrja, er þessi fullurinn bara rétt? Ég er bara ekki sem hún sé rétt. Nei, ég meina, sko, menn verða aðtúa það, sko, ég er engin anstæðingur kerfisins, ég meina, ég var í stjórnsýslunni og ég finn bara fullt af öflugu fólki að vinna þarna, gera mikið gagn, nauðsynlegt fólk, sko, fullt af nauðsynlegu fólki. Og svo ég getur sagt að sé ákveðin verðmætasköpun í. Já. Og menn með ekki alltaf bara afgreiða bara ríkislapið sem bara einhverja að fá þetta og afætur og merksjú og einhver kerfi. Það eru mann sem illa stödd án stjórnsýslu. Já, ég meina stjórnsýslan tekur bara hér stakkaskiptum eftir 1990 og við þetta allt orðið miklu, það getur engin fjármálar á þeirra bara gerði eins og Albert Guðmundsson gerði bara, hann bara ákvaði eitthvað, lögin skipti einhver máli. Þetta er allt liðin tíð. Já. Og þannig að við erum komið auðvitað bara með alvöru kerfi, ESB hjálpar okkur eitthvað með það og við lærum heilmikið af þeim í því og þannig að það er ekki bara, þetta er svona gjörbreytt eftir 1991, frá því að ég var ungur maður og þangað til ég að fara að vinna, sko, eftir háskólanum. Og ég held að bara margt gott sem við hefur gerst og við hefum bara mjög öfluga menn í kerfinu, sko. Já. Og ég tala aldrei illa þá. En það er ekki það með þetta að við getum ekki breytt kerfinu, sko. Og gert það skilvirkar og betra. Já. Málefnilegt svar við málefnilegri spurningu. En fyrir mér vil ég að sjálfsög minna alla á að koma í skoðun til þeirra nýja ári. Með einn í endastaf. Já. Bú. Bráðir. Nei, mér er löngu að böða. Já, það var eitthvað slustandi með þessa spurningu. Bú. Sér skrifur hann að segja að Brynjar er freyðið mjög öðla. Nei, það er gott að missa heyrnina, sko. En ég kann að venda þessa spurningu. Takk Kristín Viktoría, þessi var skemmtileg. Já. Það kom með að næst í þessu spurningunni og hún er kannski svona rauði þráðurinn í þættinum í kvöld. Það er Sjálfstæðisflokkur og Viðreisn. Sjáu þið það ekki í Kristallskúrunni ykkar að sé sameining í kortunum á næstunni? Nei, mér finnst það afskaplega fjarlægur veruleiki en ég held að þessi flokkar ætti að geta starfað ágætlega saman eins og þess. Já. Það er það margt líkt með þeim þó getur við sagt tói á ólíkar áttir. Þetta ætti að geta verið ágætustu samstarfsflokkar. Kom okkur ekki óvart, Brynjar, að sko, við sjáum nýjustu skoðanakönnun að Viðreisn strax búið að droppum 2-3% fylgi. Það er líklega þegar svo mikið hægramönnum þannig sem að ég skoðanakannir þeir skoðanakannar fyrir það að gera einu sem tapaldu kostningum og auðvitað var sko Sósíalistaflokkurinn strax komið 4 þingmenn Gunnar Smári sagði líka, hvað var þetta? Ég ætla að segja Gunnar Smári, það hefur engin áhuga þessar fornaldar hugsun, hún er löngu dauð og mun aldrei bæta kjör nokkurs manns. En þau eru alltaf að berjast og ná alltaf að tala til einhvers hóps en ég held að þegar á reynir svo kjósendur búin átt að segja því að þetta mun ekki gera þeim neitt gagn, sko. En þess að skoðunarkönnunni ég bara blæsa á þetta en varandi spurninguna, sko, sem hann fékk Þorsteinn, ég held að sé alveg útilokað því að þeir hafa fjarlægst þessi flokkar. Já. Í mínum huga virðist bara hún venjulegur krattaflokkur bara eins og þeir kannski gerðust bestir í Skandinavíu, sko.
og baráttan verður bara milli og samfélagi búin að færa sér þangað bara úr gamaldags vinstri leiðendum sko og þannig að baráttan verður bara milli þessara flokka þetta fylgi þetta svona hægri kratafylgi eða svona bara kratafylgi þannig séð þannig að baráttan verður milli þessara flokka í mínum huga Sjálfstæðisflokkur og miðflokkur þá eða? Nei, svo verður sko, svo veit ég ekki hvernig verður með miðflokk einhvern tímann hætti Sigmund þetta er einhvern enga firma líka það svolítið held ég sko og þó hafði ekki við eldhúsin heim í honum sko en hann rekur ekki á ræður eins og Inga en ég meina Sjálfstæðisflokkur það er bara að segja ná þessu hægra fylgi sem hægra með við miðju þessi menn eru þreyttir á svona krötu sem búin að eiginlega gera Evrópa ósamkeppnishæfa og þessi krata meðalmennska og miðjumóð menn bara fái leið á því og segja við þurfum bara frálslendan hægri íhaldsflokk og við tökum það bara fylgi sem ég tel vera nálagt 40% þjóðarinnar sko. Og ég ætla ekki að útiloka það að náist sko. Nei. Og en það er erfiðar við þessar kringumstæður sem núna er vissulega. Já. Og ég meina ég las einhverja könnur það að 16% af kjósendum Viðreisnar hafi kosið Sjálfstæðisflokki síðast. Já, það var Þannig að við höfum greinilega misst svolítið fylgi þangað sem við tel að við getum náð tilbaka. Má taka hatt ofan fyrir þessum greiningum sem fyrir pólitíska áhuga það var þessar fylgis sveiflur milli flokkana í kosningunum voru mjög áhugaverðar að skoða hverju voru að koma hvaðan. Já. Og það var einmitt ég held ég að það sé 16%. Það komur óvægt sko 50%. Það var bara svipað eins og miðflokksins það var talsveit sem að fór af Framsókn og Sjálfstæðisflokki til Viðreisnar og svo sem flokkarnir voru að tapa almennt fylgi náttúrulega fórum 20% af stjórnarflokkunum eða ekki. Jó, og svo bara fullt af Sjálfstæðismenn kursu flokk fólksins mér það algjörlega óskiljanlega sko. Já. Ég get verið skilið að fara einhverju miðflokkin og Viðreisn sko, en í flokk fólksins bara Guð blessa það lið. Já, ég veit ekki hvað það bara Þeir verða fyrir vonbrigðum. Ég held að hljóta verða fyrir vonbrigðum ef þeir haldið það að enga fengi 51% sko. Já. Hermann Guðmundsson í Kemi, hann á lokaspurningunni í kvöld og hún er opin og góð. Kemi þeim inn á rafgema fyrir fólksspilin, atvinnutækið, mótorhjólið og önnur hobbytæki. Hann vill tilenga besta vini sínum til 25 ára, Bjarna Benediktssyni, síðust spurninguna. Og hann byrjar á því að Brynjar getur verið saman á það að Bjarni Benediktsson sé besti stjórnmálamaður í sögu Íslands. Já, ég tek að hluti það, ég hef unnið með manninu sko. Og hann er afskaplega öflugur og stundum finnst mann alltaf eftirgefanlegur og mikill málamiðluna maður. Já. Og ég stundum skamma stundum fyrir það að það halda kannski aðeins betur utan flokkin klofnar í Eyjum átök í Reykjavík skammaðan fyrir það að stíga ekki fast inn í þetta en sem stjórnmálamaður og að starfa með honum algjör yfirbara maður. Já. Lélegur kattasmálir Já, hann það var bara ekki hans könnu sko kattasmölun en ég bara þú finnur þetta bara, fljótur að skynja aðalatriðin skilja hlutina, setja sig inn í þá þá bara veistu þetta er bara öflugur maður sko. Og hann sýnir það bara þann þarf sko. En svo geta menn skamma fyrir það að akkur stígur ekki fastar inn hér og það er alltaf þetta að gagnrýna eitthvað sko. Sammála því Þorsteinn Bjarni, þetta er svo besti ég meina blessulega höfum við átt mjög marga öfluga stjórnmálamenn í gegnum tíðina sko og en Bjarni er náttúrulega bara klálega búin að skipa sinn sess í sögunni sem einna af þeim öflugri. Saga með dæma vel, eða ekki? Jú, ég meina hann er búin að stýra það að stýra stjórnmálaflokki 16 ár tekur bara töluvert mikið á. Og ég myndi búið að forfölli því sko. Það menn eru nú talsvert góðum kostum getur ef þeim tekst það og ég hef alltaf kunnað bara mjög vel við Bjarna, hann hefur góða yfirsýn yfir samfélagið, hann hefur bara djúpan skilning á samfélagsmálum. Heiðarlegur maður og góður. Bara, það fyrir missir á honum af þessu sviði. Við erum í sorgarfelli núna. Við Sjálfstæðismenn. Það er spennandi að segja hvað gerist núna. Brynjar Níelsson og Þorsteinn Víglundsson, takk fyrir frábært kvöld og takk fyrir komuna
og við fáum okkur örglega aftur síðar, ég get lofa okkur því. Takk sem leiðis. Takk fyrir. Takk.